Hver er með Dagur? Dagur. Okay. Herri, góðan daginn og verið velkomin hingað í KSÍ. Hér verður næstu klukkutíman af vinnustofa, þar sem við ætlum að tala stefnu í verndun og velferð barna í knattspyrnu. Eins og þið vitið þá er þetta komið inn í leyfiskerfið og leyfisfélögin eiga að setja þetta inn á heimasíðuna sína og fá samþykkt hjá stjórn að sjálfsögðu. Og ég var að tala við Hauk bara í morgun, Haukur Hinriksson sem okkar maður í leyfiskerfinu, og við vorum að spá að setja deadline á þetta 31. mars. Þannig að hann sendir ykkur post það, bara á næstu dögum, klárlega. Okay? Við erum ekki sérfræðingar hérna innan hús, þannig að við köllum til okkar helstu, ekki okkar helstu sérfræðingar, bara sérfræðingar sem við þekkjum hérna í hreyfingunni. Við erum með Kolbrúnu Hrund sem er vinnur fyrir jafnréttis, ég var búinn að læra þetta utanbókar, þú kynnir betur sjálf, en þú vinnur sem jafnréttis fulltrúi, jafnréttis fulltrúi skólafrístundasviðs, þetta var allt of langt fyrir mig. En hún er búin að vera lengi í hreyfingunni, verið að vinna fyrir fylki meðal annars. Svo er hann Sema Erla, hún er æskulýðsvettvangum. Þetta náði ég að gera rétt. En Kolbrún, þú tekur bara við, gjör svo vel. Ég ætla að kveikja á mér. Núna. Dagur, heyrið þú í mér svona? Ok, geggjað. Já, við ætlum að skipta þessu aðeins á milli okkar. Ég ætla að byrja á því að vera vond við ykkur, pínlítið, óþægileg. Ég ætla bara að varpa þessu upp svona svo ég geti byrjað. Við þurfum kannski bara aðeins til að segja ykkur aðeins betur frá mér. Þá heiti ég Kolla og er jafnréttisfulltrúi á skólafrístundasviði Reykjavíkurborgar, sem þýðir að ég sé allt sem viðkemur jafnréttismálum og kynheilbrigðismálum. Og það þýðir að þegar til dæmis koma upp kynferðisbrot í skólakerfinu í Reykjavík, og því miður þá eru þau allt of mörg, þá lenda þau inn á borðið hjá mér. Hreyfingunni tengist ég líka aðeins. Ég er jafnréttisfulltrúi fylkis og ég var í stjórn knattspyrnudeildar í nokkur ár og var formaður knattspyrnudeildar á síðasta tímabili. En tók svo sæti í framkvæmdastjórn ISÍ í maí síðastliðnum og þá ákvað ég að stíga til hliðar sem formaður knattspyrnudeildar. En ég er fulltrúi KSÍ í stjórn ISÍ, þannig að við höfum þetta svolítið flókið. Það sem ég ætla að gera er að vera svolítið óþægilega. Ég ætla að tala klámvæðingu og ég ætla að tala tengsl klámvæðingar við kynferðislega áreitni, vegna þess að eitt af því sem á að vera í velferðaráætluninni hjá ykkur er viðbragðsáætlun við kynferðislegri áreitni og kynferðislegu ofbeldi, og það er alveg gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur á því að slíkt gerist ekki í tómarúmi. Það er ekki óvart að við erum að beita fólk kynferðislegu ofbeldi, og kynferðisleg áreitni er ekki eitthvað sem bara svona gerist af því að eðli manns segir manni að gera eitthvað, heldur það er einhver menning á bak við það. Og þið sem eru svona í forystu í ykkar félagi, þið verðið að vera bara svolítið meðvituð í hvaða menningu til dæmis ykkar iðkendur búa og starfa fyrir utan knattspyrnuvöllinn. Vegna þess að við erum öll partur í sama samfélaginu, það er alls konar í gangi í samfélaginu okkar sem við verðum bara pínlítið að vera vakandi fyrir. Þannig ég ætla að byrja þessu og vera svolítið gróf, og ég er alveg ítrekkað að ég verði gróf af því að þetta getur verið óþægilegt. Ég lofa samt að ég ætla ekki að sýna ykkur neitt klám, en ég tala beinskeytt það. Síðan, svo að þið bara færi ekki niðurbrotin hérna út, þá kemur Sema og tekur við af mér og hún ætlar að koma með lausnir. Hún ætlar að segja ykkur hvert þið getið leitað, hvar þið getið fundið tæki og tól, og hvað er mikilvægt að hafa, til dæmis í viðbragðsáætlunum og annað slíkt. Síðan ætla ég að sýna ykkur dæmi, við höfum unnið viðbragðsáætlun og velferðaráætlun hjá fylki, og ég ætla bara að sýna ykkur hana til hliðsjónar, til þess að þið getið séð hjá bæði æskulýðsvettvangnum og okkur hvernig þetta hefur verið gert og getið nýtt það til hliðsjónar. Svo eru þetta ISÍ og IBR og alls konar
Það til alls konar efni víða, þannig að þið þurfið ekki að byrja á núllpunkti. Það bara dálítið gott að vita það, því stundum fallast manni hendur þegar maður fær svona nýtt verkefni í hendurnar. En það sem ég að gera núna að segja okkur af hverju þetta skiptir máli. Og ég með fullt af glærum, þannig ég byrja okkur bara að fylgjast með og síðan alveg góðu tími í lokin til að við ræðum saman. Og ef það eru spurningar eða líka bara hvað þið viljið gera í kjölfarið. Þið getið alveg fengið glærurnar. Þær eru rosalega mikið byggðar upp á myndum, þannig það kannski fólk sem sér þær kannski áttast ekki alveg á af hverju það eru skoða myndir af hálfnakinni konu, þú veist, í tengslum við fótboltann, en þú veist, þið getið fengið þær. Bara svona aðeins og ég hugsa að við förum aðeins betur inn í þetta eftir með skilgreiningarnar, en það bara eins og ég segi að kynferðisleg áreitni, hún byggir á upplifun þolandans. Ekki á því að sá sem að beitti áreitninni eða ofbeldinu að hann eða hún segi, þú veist, ég var ekki að meina með þessu, þetta var bara djók. Það ekki það sem skiptir máli. Hvernig viðkomandi upplifði það sem var sagt eða gert, það það sem skiptir máli. Og við verðum alltaf að bera virðingu fyrir því að við erum ólík, mörkin okkar eru mishá, hvað þolum við ekki og hvað erum við að samþykja í menningun okkar og hvað ekki. Stundum talað eins og til dæmis nauðgun sé bara eitthvað svona sem ekki hægt að koma í veg fyrir. Þú veist að þjóðhátíð í Eyjum og við gerum bara ráð fyrir að vera 2-3 nauðganir. Af hverju gerum við það? Það því að þegar maður hlustar á tónlist þá bara verður maður brjálaður og langar svo rosalega að ríða einhverju mannsku? Nei, þetta eitthvað í menningun okkar sem við höfum samþykkt og við eigum ekki að samþykja. Og að því ég var búin að varg við áðan, ég segi alveg orðin svo að ríða á svona, þannig að þið láta ykkur ekki bregða of mikið. Þið sjá ekki, býtu bara, ég rétt að byrja. Jú, þetta virka. En til að byrjum á byrjuninni, þá mjög mikilvægt að við áttum okkur að því að við búum í samfélagi sem alveg gríðarlega kynjað og við komum ólíkt fram við stelpur og stráka. Það bara staðreynd. Mörg okkar eru mjög meðvituð og reynum að gera það ekki, en samfélagið í heild mjög kynjað og við sendum gríðarlega ólík skilaboð til stelpna og stráka. Við gerum það í barnabókum, í dægurefni, í því hvernig við hrósum börnum, við erum stanslaust að hrósa stelpum fyrir útlit. Það mæti í leikskólanum fyrsta sem við segjum bara, fallið þær hári, hver ekki svona fínt í þig? En við segjum ekki til strákinn. Hann aftur á móti kannski flýgur á hausinn, fer ekki að gráta, við klöppum honum á baki og segjum, þú nú meiri naglinn og fórst ekki svona að gráta, high five. Og hann fer að kyngja tárunum sínum. Við erum alveg upp á ólíkan hátt. Og á meðan við samþykjum að drengir leysi sín ágreiningsmál með ofbeldi, að þá kennum við stelpum að tala saman. Og ef við skoðum til dæmis bara típisk barnaleikföng, þá erum við endalaust að þjálfa stelpur í samskiptum. Þær eru með dúkkurnar, þær eru með Barbie, þær eru með Pony, þær eru með hvolpasveitina og það alltaf eitthvað, einni mamman og einni frendinn og eitthvað. Á meðan við erum að kenna strákum að sigra fótboltaleikinn, sigra kappaksturinn, drepa alla geimverurnar, sigra, vera bestir. Og það ógeðslega mikið pressa. Og fyrir litla stráka að alast upp í því að þeir eru alltaf að vera ógeðslega harðir og sterkir, það bara rosalega þung pressa. Og við erum að sjá það að þetta hefur áhrif vegna þess að andleg vandamál karla bara virkilega stækkandi vandamál í Íslandi í dag. Eitt stærsti hópurinn sem býr eftir félagslegu úrræði til dæmis hjá Reykjavíkurborg eru karlar með andleg vandamál og drengir sem ná ekki eins og út á vinnumarkaðinn. Þeir útskrifast úr skólakerfinu okkar og þeir eru komin með það stór andleg vandamál, bara kvíða og þunglindi og einmanaleika, að þeir koma sér ekki eins og út á vinnumarkaðinn. Þetta bara stækkandi vandamáli. Við þurfum að bregðast við og koma til móts við þessi drengi og minnka kannski kröfurnar á þá. Við sjáum líka að karlar eru margfalt meiri hættu á að fara út í áhættuhegðun og við missum margfalt fleiri karla og sjálfsvígum heldur en konur. Þannig að það fullt sem við þurfum að gera betur, bæði fyrir stelpur og stráka og fyrir öll börn. Stelpunar okkar eru stanslaust undir þeirri pressu vertu sæt. Pínu, ponsu litlar. Þá byrjum við að setja þessa kröfu á þær vertu sæt. Við segjum við þær, þú getur orðið allt sem þú vilt, þú getur orðið forsætisráðherra, en það betri orðið sæt. Segjum það ekki, en það liggur á bakvið. Eins og þið kannski sáu þegar ráðherrarnir hittust í kryddsíld og þeir voru að hrósa hverjum öðrum á gamlársdag og þegar þetta hrósa Katrínu Jakobsdóttir, forsætisráðherranum okkar, þá fékk hún hrósið og hún væri svo fallegri peysu. Það var eina sem þeim datt í huga að segja fallegt hana. En við erum að kaupa fyrir litla stelpur alls konar drasl sem að gera þær sætari. Prinsessu kjóla, plasthælaskó, gerviförðunarvörur og alls konar og þegar við erum búin að dressa þær upp, þá tökum við svona andgjöf.
ég er prinsessa, vágóð fín. Og við postum á Facebook, sæta mín og sæta og eitthvað svona. Og litlar stelpur eru mjög fljótar að byrja að spegla sig við samfélagið. Þegar ég dressa mig upp, þá fæ ég jákvæð viðbrögð. Meira þess að kannski ég er komin í fínan kjóli fyrir leikhús, að þá kannski heyrist í kringum mig, fólk er að segja, sjáðu hvað hún er fín, sjáðu hvað hún er í fallegum kjól. Og þú ert bara hér, pínlítill og strax er hún mjög meðvituð að það er eitthvað rosalega gott í gangi. Þegar að stelpurnar fara svo á fótbolta, þá skarast á heimar. Af því þar eiga þær ekkert að vera sætar, þar eiga þær að vera ógeðslega harðar. Og það getur verið bara rosa tókstrita. Við erum alltaf að segja við stelpur, ekki skilja neitt út undan, komdu vel fram við alla og allt þetta. En á vellinum þá segjum við kannski bara dreft hana eða eitthvað. Og það er bara rosa tókstrita fyrir stelpur. En mjög góð, vegna þess að þær þurfa fjölbreyttari áskoranir. En við sjáum ef við skoðum til dæmis bara hvernig samfélagið er að senda börnunum okkar skilaboð, þá sjáum við mjög oft svona dæmi, til dæmis litabækur fyrir snjalla drengi og fallegar stúlkur. Ég gæti alveg fundið litabók fyrir snjallar stúlkur, ég hef aldrei nokkuð tíma séð litabók fyrir fallega drengi. Við kennum stelpum how to be gorgeous og meðan við kennum strákum how to be clever. Það er meira sér hægt að fá þetta alveg niður í samfellur, þar sem að á samfellinu hans stendur I'm super, hjá henni stendur I hate my thighs. Þetta verður 0 til 3 mánaða. Ég hata lærin á mér. Þetta er auðvitað ógeðslega ýkt dæmi, þið vitið, en þú veist hversu brenglega er þetta. Leikskólar í Reykjavík voru með þetta, ekki allir, en sumir voru með þetta upp á vegg, þetta eru plakkat sem að hvetja börn til að borða hollt og þarna eru skilaboðin. Ef að drengir borða grænmeti þá verða þeir ofurhetjur og fá mikla vöðva, en ef að stúlkur borða grænmeti þá verða þeir prinsessur og glansandi hár. Þetta gerum við ómeðvitað, en við erum alltaf að troða sömu skilaboðum ofan í börnin okkar. Vertu sæt, vertu harður, bíta jaxlinn, brostu. Og þetta er bara vond skilaboð vegna þess að við eigum að bjóða börnum upp á að vera alls konar. Því að þetta hefur áhrif á til dæmis samskiptum þeirra. Og ef við heldum aðeins áfram, takið eftir þessu þegar þið eru að sjá hluti sem eru ætlaðir bæði fyrir strák og stelpur, partysett fyrir prinsessur og hvað felur það í sér? Bara hluti sem gerir hann sætari, eða verkfærasett fyrir smiði, búningar, hann verður læknir, hún fyrir að vinna á snyrtistofu, ofurhetjur, hvað dettur okkur í hug þegar við sjáum þetta? Bara stellingarnar til dæmis, síddin, hvað erum við að gefa í skyn? Og búningar fyrir litla stráka eru orðnir þannig í dag að þeir eru fylltir með svömpum til að vöðvarnir séu nógu stórir. Af því þú ert alveg karlmaður þá ertu sko með stóra vöðva og sýnilega og þú ert ekki hræddur við neitt. Og við erum komin í það miklu vitleysu að meira að segja við erum fann að setja þetta á kókomjólk. Eins og var Chloe bara kisa, en í dag er Chloe ofurmassaður köttur af því að hann drekkur svo miklu kókomjólk. Og þetta er bara ógeðslega vond skilaboð til barna. Unglingatímarit, við kennum strákum að skoða heiminn og meðan við kennum stelpum hvernig getur vakna sætar. Þetta er geðveikt vesen að vakna alltaf ljótur, þannig að hér er hægt að leysa það. Svo er annað að það hvernig við hugsum stelpur og stráka er bara ólíkt. Og þetta er bara alheims vandamál. Að til dæmis þegar ég googla hérna bara schoolboy, þá fæ ég svona myndir. Drengurlegin í skólan eða schoolboy Q. Ef ég bara skipta út orðinu boy fyrir girl, þá fæ ég svona myndir. Sjáu þið eitthvað mun? Af hverju eru þær svona kynferðislegar? Af hverju er þetta ekki bara litla stelpur leiðin í skólan? Þannig að það er eitthvað í loftinu, í menningun okkar, sem segir við dýrkum kvenlíkamann. Við dýrkum ekki alla kvenlíkamanna, við dýrkum ekki feitar konur, við dýrkum ekki gamlar konur, við dýrkum ekki fatlaðar konur, við dýrkum ekki transkonur. Við dýrkum grannar, ungar, stinnar, ófatlaðar konur og helst hvítar. Mega vera ein og ein lituð en helst hvítar. Þegar við skoðum, og þetta er ekki árás að drengi, ég er bara að velta þessu upp. Þegar við skoðum dag og menningun okkar, þá fá drengir miklu meira pláss heldur en stelpur. Við sjáum að hvort sem við erum að tala fjölmiðlaefni, þá ár eftir ár eru tölurnar svona, 70% karlar og 30% konur. Þetta er Ísland og það sama á við út í heimi. Þetta er heil, tveggja síðna auglýsing frá Stöð 2 íþróttir vetrarins. Það er ekki einasta kona. Íþróttir vetrarins. Allar íþróttir, bara engar konur. Teiknumyndir, við erum að sjá í teiknumyndum og í leiknu efni frá Hollywood að fyrir hverja stelpu sem birtast að meðaltali 3 strákar. Til dæmis erum við hér með teiknumyndir sem allar fengu verðlaun sem Óskarsverðlauna, besta mynd ársins.
nokkur ár í röð. Þetta ekki tekið svona hér og hér og hér, heldur bara nokkur ár í röð, besta mynd ársins. Og við sjáum að það alltaf sama þemað. Hér eru 16 karlar, 2 konur, 6 karlar, 3 konur, 16 karlar, 2 konur, 27 karlar, 12 konur, 15 karlar og 6 konur. Þetta bara svona þemað. Og ef maður hugsar, ok, miklu fleiri strákar, en það eitthvað stelpur þarna. En hvað það að gera þarna? Hafa eitthvað hlutverk eða það bara til að gera myndina sæta? Þá getum við skoða setningar. Og til dæmis í Disney, þá sjáum við hérna bláa súlan eru setningar karlkaraktera og rauða eru setningar kvenkaraktera. Þetta auðvitað ekki jöfn súla. Síðan heldur þetta áfram þegar við verðum eldri. Hér besta mynd ársins, Óskarsverðlauna mynd ársins frá 1994 til 2016. Þetta eru setningar karla og þetta eru setningar kvenna. Þannig við sjáum það. Karlar fá sviðið, allt í lagi. En hvernig erum við að birta konur í dægurmenningunni, í til dæmis þessum típisku myndum? Sem betur fer, þá erum við farin að sýna þess meiri fjölbreytni og það frábært og við erum að fagna því. En allt of oft erum við að setja konur upp sem söluvörur, þar sem við erum að dýrka þennan drauma kvenlíkama og það kallað male gaze eða augnaráð karlmanns þegar að myndavélin gælir við kvenlíkamann eins og auga á gagnkynhneigðum karli. Þegar konan mætir á svæði þá kemur myndavélin ekki hér og segir, byrju, hvað veist þér þetta mál? Myndavélin kemur hér. Hún rennur upp lappirnar, tekur rassinn, magasvæðið, brjóstin og endar sig í andlitinu og það mjög gott ef hún gælir hans við myndavélina. Af því þá hún að gæla bæði við karlinn sem heima að horfa og karlinn í myndinni. Skilaboðin til annarra kvenna þú vilt vera svona. Þetta draumurinn. Ef hún þessi þá ertu á góðri leið. Og ég vil sýna ykkur smá brot af því hvað ég að tala Og það til mörg svona brot og þau eru yfirleitt tekin og bara teknar vinsælustu myndir hvers árs og þetta sett svona saman og þetta eru bara þessar myndir sem voru vinsælustar þetta árið. Ég vil ekki sýna ykkur þetta allt en ég vil sýna ykkur smá. Bara þannig að þið áttu ykkur á því hvernig við erum að birta konur. Ég þarf líklega að draga þetta á milli. Ekkert hljóð á tölvunni í dag? Ekkert hljóð? Eða hljóð? Fylgist þið með hvernig myndavélin og fylgist þið með því við erum alltaf að horfa á sama kvenlíkamann. Þetta ekki alls konar konur. Það bara tónlist. Það ekki hægt að minnka þessi ljós hér. Við getum þetta, slöknar helmingin á salnum, þetta er leiðileg ljósastýring. Þið sjáu hvað ég á við. Þetta, eins og svo margt annað, hefur auðvitað verið rannsakað. Og þetta hefur verið rannsakað á mörg hundruð úlingum. Þetta sem við kallum kynlífsvæðing. Þegar við tökum manneskjunni burt og skiljum líkamann eftir sem kynferðislega vöru. Þetta hefur áhrif bæði á stelpur og stráka. Og þetta hefur þau áhrif á stráka. Þeir læra ómeðvitað að mæla stelpur út frá toppi til táar og hugsa
kvenlíkamann út frá þessu væri ég til í að ríða henni eða ekki, áður en ég kannski fer að hugsa hvað ætli hún heiti eða ætli hún sé skemmtilega eða eitthvað. Þetta eykur líkur á kvenfyrirlitningu og þetta eykur líkur á kynferðislegri áreitni af því að strákar upplifa pínlítið að þeir eigi aðgang að kvenlíkamannum. Hann sé svolítið til að gleðja þá. Konur eða stelpur taka þetta inn. Áhrifin sem þetta hefur á þær eru, er ég nógu mjó? Hvað þarf ég að gera til að verða svona mjó? Er ég með nógu þykkar varir? Er ég með nógu hvítar tennur? Er ég með nógu þykkt glansandi hár? Er ég með nógu stinnan rass? Og þær fara að hugsa hvað get ég gert til að ná þessu. Og þetta er ógeðslega mikið pressa. Vegna þess að börnin okkar í dag og svo kynslóð sem er að alast upp núna er með síma í vasanum allan sólarhringinn. Þau eru alltaf umkringd ljósmyndum. Ljósmyndum sem búið að filtera og photoshopa og það er bara verið að deila flottum myndum. Þau eru undir rosalegri pressu að senda af sér myndir og við förum aðeins betur út í það á eftir. En þau eru alltaf, þau fá einhvern veginn aldrei frið frá áreitinu. Og þau eru alltaf í samkeppni og þau eru alltaf að reyna að spegla sig og gera eins og hinir og fá velþóknun samfélagsins. Ég hef gert 2 rannsóknir á kynlífsmenningu ungs fólks. Ég hef tekið viðtöl við ungar konur og unga karla á aldrinum 18 til 21 árs. Þar sem við vorum að skoða hvað er jákvætt og hvað er neikvætt rauninni í kynlífsmenningu unglinga með það fyrir augum að bæta kynfræðsluna í grunnskóla. Hvað þyrftum við að laga? Af því við vitum að margt er miklu opnara og miklu jákvæðara en margt er líka erfitt. Og þar sem að ég var að tala við bæði stelpunar og strákana kom útlitspressan alltaf upp. Strákar upplifa þeir eiga að vera grannir og þeir eiga að vera með sýnilega vöðva. En þeir segja jafnframt, strákur getur alveg verið vinsæll þó hann sé feitur ef hann er mjög sjálfsöruggur og kannski svolítið skemmtilegur. En stelpur eiga ekki að vera feitar. Eins og einn orðaða, ég held ég hafi nú klippta út úr þessu, að hann sagði að það er svolítið eins og að kveiki í húsinu sínu eða fréttastamar hafi sofið feitir stelpu. En þegar ég var að ræða við stelpunar, þá vakti athygli mín að þær voru alltaf að tala útlitið sitt út frá strákunum. Ekki það, mér langar ógeðslega að vera sæt, að þannig mér líði vel þegar ég mæti skólan, heldur ef ég mæti skólan þá skiptir máli hvort að strákunum sé ánægðir með mig hvernig ég líti út í dag eða ekki. Og þetta er allt stelpur sem ég var að tala við í sikkur lagi, bæði á höfuðborgarsvæðinu og út á landsbyggðinni og þær eru allar að segja það sama. Eins og Heiðrún segir hér, ég held að þetta snúst mjög mikið að sýna þið fyrir strákunum, bæði í skólanum og bara allstaðar. Rebekka segir, stelpur líka að gera svo margt eins og sleppa því að borða til að verða mjóar, klæðast eins og ég veit ekki hvað, bara til að sækjast eftir athygli. Ég bara skil ekki þessa hugsun, en þetta er náttúrulega bara til að fá athygli frá strákunum. Steinunn segir, þetta snýst mjög mikið að ná athyglinni, sérstaklega frá strákum og líka bara til að vera ekki stelpan sem er afbrýðsöm, skilurðu. Frekar að vera stelpan sem er hærri upp og þá eru hinar afbrýðsömmar, skilurðu, það er mjög mikið það. Það skiptir svo miklu máli að vera mjó og sæt, með flottara augabrúnir og allt þetta. Þú ert vinsamlega úr sæt. Við búum í þannig samfélagi, þú ert vinsamlega úr sæt. Það með þess að búið að rannsaka það, það er líklega að fólk aðstöði þig ef þú ert sæt, þú ert líklega til að fá vinnu ef þú ert sæt. Það er bara eitthvað þannig. En hvað er sæt? Hver vegur og metur, hvað er að vera sætur? En þetta er eitthvað sem þær hafa miklar áhyggjur af og það er ekkert skrítið. Þegar við erum búin að ala þær upp frá byrjun í því vertu sæt og leiða þær aðeins sætar að fá þær geggja hrós og þær lesa prinsessubækur prinsessurnar sem eru ógeðslega sætar og þess vegna koma prinsessurnar og bjarga þeim. En þær vilja ekki vera afbrýðisamar og við sjáum bara eins og Mjallhvít til dæmis. Mjallhvít er of sæt, hvað gerist þá? Hvað gerir maður eitthvað sætar maður sjálfur? Maður letur drepa viðkomandi. Stjúpan vildi letur drepa hana, hún var of sæt, út í skói með hana, við erum að segja þetta við börn og hún fór að sofa. En hún slapp, sem betur fer, og fór að þjóna 7 litlum körlum. Þangað til prinsinn fann hana því hún var svo sæt og þar með var hann í borgið. Þið veitir, þetta er alveg bara raunverulegt hjá stelpum. Það er bara pláss fyrir eina, það er alltaf ein sætasta stelpan í bekknum. Það er alltaf ein sætasta stelpan á ballinu og þú vilt vera hún. Þess vegna fær stelpur líka að druslu stimpla hver aðra og þær töluðum það mjög mikið í rannsókninni minni. Stelpur eru mjög harðar á druslu stimplum hver og aðra af því samkeppnin þarna er svo mikil. En börnin okkar grípa þetta ekki úr lausu lofti, þetta er allt í kringum þau. Við erum að stilla konum og körlum upp á ólíkan hátt.
Hér erum við til dæmis með 3 tímarit. Hver er munurinn á því hvernig við stillum körlunum upp og hvernig við stillum konunum upp? Hvað finnst ykkur? Ef þið horfum bara á stellingarnar til dæmis, ekki fötin. Mjög gjarnan þegar við stillum körlum upp, þá gerum við það með valdi. Þeir eru stútfullir af sjálfstrausti, þeir horfa beint í myndavélina, þeir hræðast ekki neitt og segja fuck you, ég á þetta plásina. Hvað gerum við stelpum? Byrjum að taka fötin, af því við dýrkum kvenlíkamann. Við setjum þær í kitlandi stellingar. Ég meina, hver stendur svona? Þetta er bara geðveikt óþægileg stelling. En við stillum þeim upp þannig. Við setjum þær í gælandi stellingar og skrýtnar stellingar. Við sjáum stundum myndir þar sem konur eru með lapparnar upp fyrir hausa bara þegar þeir eru svo flottu veski. En við gerum þetta og þær horfa kitlandi í myndavélina og þær segja fuck me. Strákarnir segja fuck you, stelpurnar segja fuck me. Og þetta eru bara skilaboðin. Og litlar stelpur eru að taka þetta inn. Ég er að fara út á vettvang þar sem að litlar stelpur, 11-12 ára, er að senda af sér myndir þar sem þeir eru búin að klæða svo fötunum. Búin að stilla sér upp svona og er að senda myndir, kannski bara private, Instagram, eða kannski bara í lokaðan hópa á Snapchat og myndin fyrir á flakk. Og 11 ára barn hefur ekkert með það að gera, kann ekki bregðast við, þorir ekki að segja frá, er í rusli, en myndin er komin út um allt. Og því það er að apa þetta eftir. Það finna þetta ekkert upp í sjálfu sér. Við segjum líka, við erum að auglýsa sömu vöruna fyrir karl og konu, annars við að selja við skyrtuna og hins við að selja við konuna. Hann fær þau skilaboð að skyrtan sé ægilega fín undir jakka eða peysu, mjög smart. Hún fær þau skilaboð og sleppur að hneppa, þetta er mjög sæt og aftur í þessari stellingu. En ef þú sleppur því að fara í brækur líka, þá er þetta komið. Þá er þetta algjörlega með þetta. Og hvað áhrif hefur þetta á fótboltann? Jú, við erum ekki kannski eins hörð í fótboltanum, varðandi útlitið, eins og á mörgum öðrum stöðum, en við erum það samt. Hér er auglýsing sem að birtist þegar það stóð til að fara að samþykkja íslenska kvennaknattspyrnu. Og af hverju ætlum við að samþykkja íslenska kvennaknattspyrnu? Því að stelpum langar þess að fara í fótbolta, eða mögulega að því að augnayndi gæti það nú orðið íslenskum knattspyrnuunnendum, sem flestir eru á sterkara kyninu, að fá að sjá fallegar stúlkur leika knattspyrnu. Það þarf varla ef hún yrði vinsæl íþróttagrein hér á landi. Þar með þetta komið. Svo gaman fyrir sterkara kynið að fá að horfa fallegar stúlkur hlaupa um. Ekkert með það að gera þeim langi að spila fótbolta. Og þetta er gamalt, þetta er eldgamalt. En þetta er 2019. Ljósmyndarar fengu bara skilaboð á HM að hætta að taka myndir af fallegum konum í stúkunni. Af hverju? Af hverju voru þessi skilaboð send út? 300 konur áreittar á stuðningsmönnum, þetta var líka HM, við erum að tala um 2019, 300 konur áreittar. Af hverju? Af því þær mæta léttklæddar á leikina og karlarnir upplifa að þeir eigi tilkall til líkama þeirra. Hún er sjúklega sæt og sexy, það var að taka myndir af með stúkunum og þær eru alveg bara hérna. Af hverju ætti ég ekki mega aðeins poti? Af hverju má ég ekki aðeins grípa rassina, aðeins strjúka hann í brjóstið og er þetta svona í fangið að neða, segja eitthvað ógeðslega klúrt við hana, ég meina, af hverju ekki? En þetta er að gerast. Það hefur ýmislegt breyst en ekki nóg. Svo ég haldi áfram með leðileg, þá ætla ég að fara yfir klámið. Staðan er þannig að, við erum á svolítið ólíkum aldri en inni, en samt, þá bara frá að við vorum úlingar, segjum síðan að við vorum 11-12 ára, hefur rosalega margt breyst. Börnin okkar í dag geta nálgast klám á nokkrum sekúndum frá því að þau eignast snjallsíma. Og við erum alveg að sjá börn næstu inn í leikskólaldur með snjallsíma. Þau þurfa ekki annað en að slá inn XXX. Þá getur þau séð allan anskotann. Þau getur séð dýraníð, þess vegna. Þau getur séð hópnauðgun. Barn sem er forvitið um kynlíf er ekki undir það búið að slá inn einhverja 3 stafi eins og XXX og sjá allt í einu kannski karl vera að hnefa konu eða hnefa annan karl. Eða sjá það sem eru að hrækja framan í einhvern og rífa í hári á viðkomandi eða fylla öll göt af einhverju. Barnið heldur kannski að sé að fara að sjá brjóst, þau veit, eða tippi, eða hvernig fólk ríður. Börn er ekki undir þetta búin, en þetta skellur á þeim. Og mjög mörg börn sjá klám í fyrsta skipti án þess að vera leita eftir því, það poppar upp eða einhver sýnir þeim það og þau fá hálfgert áfall.
það alveg mjög misjafnt hvernig við bregðast við, en vísindamenn telja þegar barn sé klám í fyrsta sinn að þá fari af stað svona suðupottur tilfinninga. Bæði svona hálfgerður ótti, stress, kynferðisleg örvun og skömm. Og svo fer þetta allt í eitt pott. Og veistu, þú átti ekki verið að gera þetta, en þetta samt hefur ykkur jákvæð áhrif líkamanum, það eitthvað sem kitlar. Og þú veist einhvern veginn ekkert alveg hvað þetta gera með þetta. Við erum að sjá dæmi í skólakerfinu í Reykjavík, alveg niður í 1. og 2. bekk, þar sem börn eru að horfa klám og segja hinum krökkunum að kíkja. Það sem aftur á móti gerist er það að þegar þau koma upp í 8. bekk, þetta eru drengir, að þegar þeir eru komin í 8. bekk, þá er helmingurinn þeirra sem er ekki að horfa klám. Þegar þeir eru komin í 10. bekk er það bara 15,9% sem er ekki að horfa klám. Þetta segir okkur að menningin ýtir undir það. Þú ert strákur, þú ert í unglingadeild, þú horfir á klám. Við gerum þetta allir, hvað er best? Þú búin að sjá þetta, þetta er eitthvað svona, er eitthvað í menningunni. Og þegar ég tók viðtöl við strákana eða ungu karlana, þá töluðu þeir að maður er alveg pínu skrítin ef maður er ekki að horfa á klám. Það er bara alveg, þú ert ekkert endilega að henda því eitthvað á borðið af því það þykir bara skrítið. Þannig að þú frekar kannski þegir það. Við sjáum að þetta eru strákarnir og dökkbláu línurnar eru þeir sem eru að horfa lítið eða ekki á klám, en þetta eru stelpurnar sem eru ekki að horfa á klám. Þannig að þið sjáið muninn að það er gríðarlegur kynjamunur á því hversu mikið börnin okkar eru að horfa á klám. Þetta er stráka vandamál og sérstaklega ef við skoðum þá hópa sem eru að horfa hvað mest, og þá sjáum við í 10. bekk eru 63,1% stráka að horfa á klám nokkur sinnum í viku til nokkur sinnum á dag. Og það er 4,3% sem segast horfa nokkur sinnum á dag. Þetta er að meðan 8 og 3,3% stelpna. Þetta er alveg gríðarleg kynjaskekkja og það er ekkert skrítið vegna þess að til dæmis stærsta síðan Pornhub sem að fær 33 milljarða áhorf á hverju ári gefur út tölfræði alltaf á hverju einasta ári og það voru teknar 300 vinsælustu myndirnar eða myndbrotin sem var mest búið að horfa, við erum að tala um mörg 100 milljón áhorf. 300 myndir voru teknar og innihaldsgreindar og af þessum 300 var 89% sem að innihélt ofbeldi gegn konu. Þannig að það var 11% sem var laust við ofbeldi. Og þarna eru konur, kallar, hórur, píkur, druslur, það er rifið í hárið á þeim, það er hrækt framan í þær, það eru kyrtar, það er þrykkt inn í öll göt þangað til að þær jafnvel fara að gráta. Þegar þær eru að veita munnmök þá er þrýst á móti þannig að þær eru að kafna og það leka niður tárin og þetta þykir sexy. Konurnar sýna engin viðbrögð eða kynferðisleg viðbrögð og ef að lítið barn er að byrja að horfa á þetta, meðalaldur íslenskra stráka er 11,7 ár sem að segir okkur að þegar þau byrja að horfa á klám og það segir okkur að margir drengir eru yngri. 10 ára gamalt barn hefur ekki forsendur til að vega og meta hvað þessu er ofbeldi og hvað þessu er kynlíf. Já, henni finnst þetta gott, auðvitað sprauta ég framan í hana. Henni greinlega finnst gott í kirkjana. Þannig að mörkin á milli kynlífs og ofbeldis verða mjög óljós ef við veitum ekki góða fræðslu á móti. Þetta eru krakkarnir sem að þið eru að fá í félögin ykkar. Þau eru alast upp við þetta. Ef þau eru með drengi sem eru í 10. bekk, þá er allar líkur á því að 63% þeirra sé að horfa klám í hverju einustu viku. Og 89% líkur á því að það sé ofbeldisfullt klám. Kannski eru þeir að horfa á klám sem er laust við ofbeldi. Það getur vel verið. En það eru allar líkur á því að þeir séu mjög reglulega að horfa á ofbeldisfullt klám. Við þurfum að kenna að vera gagnrýnin. Við erum ekkert að fara að taka eitthvað klám í burtu, allt inni bara er ekkert klám á Íslandi, það virkar ekki þannig. En þau þurfa að fá að vita að kynlíf er miklu meira en þetta. Kynlíf byggir á jafnrétti, kynlíf byggir á virðingu og samskiptum og allir njóti. Við verðum að segja þetta við þau. Það kannski ekki ykkar, það meira skólakerfið og foreldrarnir, en þið eru að vinna með afleiðingarnar. Vegna þess að þetta er að hafa áhrif á krakkana okkar og þegar ég var að tala um klámi við krakkana að þá sögðu bæði stelpunir og strákarnir að það væri miklu algengar að strákar vilji leika eftir að þeir hafa séð og stelpur séu fyrir ykkur að þóknast. Kristín segir, hún er að tala um stráka, þeir eru alveg ofta að halda að stelpan eigi að vera eins og í klámyndunum og líka bara vilja, gera bara nákvæmlega eins og þeir hafa séð, þar. Og Elías segir, meiri á strákum en stelpum, ég held að strákar séu meira fantasera hvað að gerast, eða vilja gera það í alvöru, herma eftir gaurunum og svona. Og ef ég er að herma eftir það sem ég er búin að vera að sjá, þá er alveg ákveðin líkur á því að ég sé að fara yfir mörk einhvers. Ég sé að brjóta á einhverjum af því að ég er kannski mögulega að beita ofbeldi á þess að ég áttum á því. Og við erum því miður að sjá það til dæmis í skólakerfinu að þegar það kom upp brot, barn leitar og í mörgum tilvikum stelpa leitar til kennara og segir hann braut á mér og gerði þetta, að þá kemur strákurinn alveg á fjöllum.
ég ætlaði aldrei að brjóta á henni. Ég myndi aldrei gera það. Ég hélt hún vildi þetta. Og þarna vantar samskiptin. Því hann hélt, hann búinn að sjá þetta 1000 sinnum í sjónvarpinu, konunni þar fannst þetta geggjað, hann lék það eftir og fekk á sig að hann væri búinn að brjóta. Þarna bara algjört samskiptaleysi. Og það ótrúlega vont. Og við þurfum að kenna börnunum okkar betur, en þið getið alveg lent í því að fá þetta í fangið frá einhverjum iðkanda. Við vorum að sofa saman og þetta gerðist. Og þá verður þið að vita eins hvernig þið ætlið að bregðast við. Nú fyrir alveg að vera búin. Klámvæðingin þegar við tökum ímyndir úr klámi og hendum þeim inn í dægu menningun okkar eins og þetta sé eitthvað norm. Þá ég ekki að tala um kynlíf. Vegna þess að kynlíf frábært og nekt frábært. En það þetta valda ójafnvægi. Að það að hlutverk konu sé annaðhvort að vera hlutur til að fylla í eða kona sé að þóknast karli. Vegna þess að auglýsingar segja okkur mjög sjaldan að munnmök séu frábær. Auglýsingar segja okkur mjög reglulega að tótt sé æðislegt. En ekki að gildi í báðar áttir. Hér nokkuð dæmi, hérna til dæmis skóauglýsing, eins og þið sjáið, en þetta maður að kaupa sér konu. Bara svona svipa eins og kláminu. Bara nokkur sekundum og getur keypti konu. Viltu ljósara, dökkara, rauðhærða, hún hvít, svört, asísk, í hvað stellingu viltu hafa hana, hvað ætli hún sé að gera við þig? 3 sekúndur þetta komið. Þannig að hér til að auglýsa skóna karl að kaupa konu. Og svo sjáum við ímyndir í tottið. Beint í andliti, gallabuxur, eins og þið sjáið. Og alvöru menn skora. Þetta auðvitað gert til að fá athygli, en við erum alltaf að sjá sömu skilaboðin. Karlar með völd og konur sem hlutir. Þetta líka, þetta ekki bara vont fyrir stelpur, þetta vont fyrir alla. Vegna þess að til dæmis strákarnir sem ég var að tala við í mínum viðtölum, þeir sögðu það ógeðslega pressa á okkur, maður með bullandi frammistöðukvíða, við þurfum alltaf að hafa sína frumkvæði, það alltaf gert ráð fyrir þessi gráður bara því að strákur. Mig langar stundum eitthvað reynu við mig. Mig langar stundum bara að fá að slaka á að fara að sofa á þess að ég sé ekki að standa með sem karlmaður. Og þetta bara ekkert gott. Og strákarnir okkar sem að horfa og kannski byrja 9-10 ára gamlir að horfa á klám og að horfa hverja einustu viku, þeir verða rosalega háðir kláminu upp á örfun að gera. Og strákarnir mínir, ég var að tala um strákaaldrinum 18-21 árs, þeir voru að kaupa rislif. Þeir voru að segja mér frá því að þeir færu inn á nota app sem heitir Telegram til þess að panta sér rislif, til að eiga bara í vasanum just in case. Karlar, svona, ef maður segir ef allt eins og það á að vera, að stunda kynlíf eftir öllum aldri. Á elliheimilinu áttu alveg að geta verið ennþá stunda kynlíf. Þú átt ekki verið vandræð með tvítugt ef allt eðlilegt. En þannig bara frammistöðukvíðinn svo mikill og stressið að standa sig að það fari að hámanni. Og það bara vont og við þurfum að gera betur. Vegna þess að börnunum okkar líður ekki nógu vel. Við sjáum ofbeldi gegn konum og það sett líka upp í glansmynd. Við erum alltaf að sjá sama líkamann eins og við sjáum innan unga, stinna, granna, ófallaða og það verið að níðast á þeim og það bara sexy. Þetta til dæmis auglýsing frá Ölstofunni í Kópavogi. Og það sem að börnin okkar að gera og krakkarnir og iðkendurnir ykkar, þau búa við þessa stöðu að það stanslaus ógn. Þau stanslaust beðin að senda af sér myndir, þau kalla það flash og flex og meira segja veit ég að sumir krakkar eru með á Snapchat bara ákveðin hóp, það stendur kannski bara FAA sem þýðir flex AA og þeir sem í AA hópnum fá þær myndir. Þá mjög auðvelt ég teka eina mynd af mér og ég senda á FAA og það þeir sem fá að sjá þessar lokuðu myndir sem hinir fá ekki að sjá. Þau eru stanslaust að brjóta hvert öðru. Þau að taka þessar myndir og dreifa þeim áfram. Þau mega ekki gera það. Ef maður dreifir áfram myndum af barni sem fáklætt eða ögrandi, þá hægt að kæra okkur fyrir að dreifa barnaníðs efni. Þau að gera þetta alveg tvist og bast. Og myndirnar fara á flakk, þær dreifast hverfin og síðan enda þær mjög gjarnan inn á klámsíðum á netinu. Þetta eins og stærsta og þessi síða hefur verið til í mörg ár. Þarna eru yfir 100 blaðsíður af myndum af íslenskum ungmennum. Lang flestar myndirnar af stelpum en það alveg líka fullt af myndum af strákum og þau ekki að setja þessa myndir inn sjálf. Það einhver annar að setja myndirnar inn, það alltaf einhver anonymous sem að setja myndirnar inn og svo verið að skiptast á þeim eins og fótboltaspjöldum og sá sem á myndinu hefur ekkert það að segja. Eins og hér á einhver myndir af þessari stórglæsilegu konu, það bara af því að hún sæt og hún í fjölmiðlum að þá bara í lagi.
og síðan svarað, já, hún geggjasæt, nennir eitthvað plís að koma með mynd af henni. Og undir þennan þráð var til dæmis komið stuttu seinna, hún þarf ekki eins og vera allsber, bara þröngum fötum. Við sjáum svona, eitthvað til að þessum tveim og svo þær full nafngreindar. Svo hefur einhver postað hérna mynd. Og hér bara stelpur, sætar stelpur í kjólum, kannski á leiðin á ball. Þær hafa ekkert þetta að segja. Og það verið að óska eftir myndum að þeim. Eða óska listar, ég skal posta öllu sem ég á, eða postar þessu fyrir mig og svo koma allar stelpurnar sem hún langar að sjá allsberar. Síðan birtast myndirnar og hvað gert við þær, þá þeir tjásugum myndirnar. Og kommentin einhvern veginn svona, fucking ógæslega ljót hóra, please einhverja nauðgani. Ha 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 ha. Mundi ekki nauðga þessari sóðabrók þótt ég væri virgin. Mundi ekki pota í þetta með 10 metra priki. Þetta er ekki manneskja. Hef heyrt hún smá lauslátt væri til að setja í hana. Endilega ef einhverjum með myndir komið með það. Þetta hérna núna síðan í janúar. Sétt, ég myndi hamra þessa litlu drusli raskati. Pottet skít þröng og grípu vel utan í limin á manni. Þetta eru kannski 13 ára stelpur. Það getur verið dóttir ykkar, eða frænka ykkar, eða litla systir ykkar. Hún hefur ekkert þetta að segja, ekki neitt. Þetta er ógeðslega brútal og börn eru ofta að glíma með þetta. Þeir geta verið með iðkendur æfingu sem eru það bila brotna gjörsamlega niður af því að vita að það er mynd komin inn að þarna og það er verið að taka þær á lífið þarna. Og það þorir ekki að segja frá því. Það geti jafnvel verið einhver í næsta flokk sem að tjá sig þetta. Ég veit ekki hvort ég þekki þessa síðu, hún heitir Fávitar og á Instagram. Þar verið að halda utan skilaboð sem fólk að senda sín á milli og þarna sjáum við ítrekkað að mörkin á milli kynlífs og ofbeldis alltaf að verða óljósari. Vegna þess að kynlíf frábært, ofbeldi ómögulegt, en við erum fann að rugla þessu saman. Og við sjáum það eins og til dæmis hér, ég veit að við erum mikið sokkar en við værum drullu gott par. Geggja, flott lína til að starta, en næsta setningu eftir getur þú dýpþrótað. Bara næsta setningu eftir. Hún segir, nei, ég vil ekki ríða og þá segir, en ég skal mæta vel rakaður með smokk og svo tylli honum léttin í píkun og rassinn. Hún búin að segja nei. Og þetta með rassinn, það auðvitað bara eitt af vinsælasta í kláminu í dag, þannig að það mjög mikið það. En svo sjáum við svona, veistu akkur ég fæ að ríða í kvöld? Hún segir nei, að því ég sterkari en þú. Þannig að auðvitað bara hóta nauðgun. Þetta allt sikkvort fólkið, bara svo þessi tekið fram, þetta ekki sömu aðilarnir. Mér veist þú svo kynferðislega falleg, ég væri til að brunda á þau með þínu samþykki, en ég get alveg nauðgari og fílar það. Haldið eins og ég horfa mikið á klámi. Ég held að væri rosa sæt með belti mitt hálsinn að þér. Ég hella skotið niður, ertu viss þú viljir ekki koma? Mér langar að ríða þér fast í raskatið. Og ef maður ríður einhverjum fast í raskatið á þess að undirbúa það, þá maður að fara að meiða viðkomandi. En það gert í klámi. Og börnin okkar halda, maður getur bara vippað á milli eins og ekkert sé. Þetta getur maður valdið skaða. Viltu hitta mig? Nei, ég er góð, en ég skal ríða þér fucking fast. Hvað heldur hann að hún segir þá? Jú, heyrðu, já, getur þá komið. Ég skal senda þér DP sem því ég tippa mynd. Hún segir, láttu mig í friði. Nei, ég ætla að sleika þér nipplunar. Hún segir, hvaða módel ertu? 95, segir hann. Gaur, ég er 04, farðu. Skiptir engu, ég vil bara ríða þér. Þetta eru samskiptin. Þetta veruleikinn. Það ekki öll börn að taka þátt í þessu, en þau búa í þessum veruleika og þau eru undir þessari pressu. Og birtingamyndirnar eru bara slæmar. Við erum að sjá til dæmis á vettvangi að það hefur verið að tala til dæmis þessa klefa menningu eins og hann, hvað er hann, Sveinn Arnarsson? Nei, Arnarsveinsson, eða ekki? Arnar Sveinn Geirsson, eins og hann til dæmis steg fram og hann að tala sína vanlíðan. Hann sagði, inn í klefa það bara ekki option, þú veist. Þú ert bara kallmaður, þú ert bara sterkur, þú stendur þig. Auðvitað líður bara fullt að strákum drullu illa. Og það líður oft ógeðslega illa í þessari menningu, en klefa menningin býður ekki upp á það að þeir megi vera mjúkir að finna til, en verið samt alveg góður í fótbolta, miklu strákar. Við þurfum að breyta þessu, og það er partur af velferðaráætluninni, að við megum að misskoða daga. Það bara allt í lagi. Við verðum að gera það. Við verðum að skoða andlega vanlíðan, vegna þess að við erum að sjá ótrúlega aukningu á kvíða og þunglindi og stressi hjá ungum krökkum. Við erum að sjá ótrúlega kvenfyrirlitningu, það bara staðreynd og við verðum bara að takast á við það. Það markaleysi í samskiptum og kynferðislega áreitni í dag á sér að mestu leyti stað á netinu. Þannig að iðkendurnir okkar sem allir eru með samfélagsmiðla, þau eru ofta að brjóta hvert öðru þar innanborðs. Og til þess að þið getið tekið á málunum þegar þau komu upp, þá verður það þekkja þessa menningu. Þú veist, í staðin fyrir að segja bara, hverju fokkanum varst að taka þér þessa nektarmynd, þá verður einmitt að spyrja hina spurningana,
af hverju dreifður nektarmynd af annarri mannesku? Þar ertu að brjóta lög. Já. Það sem hefur komið upp eins og þið þekkju þetta öll að þegar MeToo kom upp og þá stigu óhugnanlega margar íþróttakonur fram og sögðu slæma reynslu af áreitni og ofbeldi innan íþróttahreyfingarinnar og þar kom í ljós að þær eru undir þessum ótta að ef þær segir frá þá sé ferillinn í hættu. Þetta er kannski þjálfari sem er að beita þær ofbeldi eða eldri iðkandi eða landsliðsmaður og þarna hugsa þær ég get ekki stigið fram af því að þarna getur ferillinn minn verið í hættu. Þær hafa líka oft áhyggjur af ferlinum hjá viðkomandi. Við höfum séð í íþróttastarfinu dæmi þar sem að stelpur sögðu frá því að þjálfari var að áreita þær en þær höfðu áhyggjur af því hvað var það fréttist að við sögðum frá að hann var rekinn. Við getum ekki borið ábyrgð á því. Þær eiga ekki að bera ábyrgð á því. Félagið ber ábyrgð á því að reka hana því hann fór yfir mörkin. Við höfum því miður séð dæmi það að afreksmaðurinn sé metinn hærra heldur en upplifun þolenda. Við höfum séð að afreksmenn hafa brotið af sér og þeim hefur verið fyrirgefið að þeir eru svo dýrmætir fyrir félagið. Þetta er eitthvað sem við þurfum bara að horfa dálítið vel inn á við og hugsa hvar viljum við standa. Og ómarkviss viðbrögð og óöryggi og of náin tengsl. Þetta hefur svolítið háð okkur. Við erum að langmestu leyti sjálfboðaliðar. Það eru örfáir starfsmenn í hverju félagi. Það eru sjálfboðaliðar út um allt. Allir gera sitt besta. En hvað getum við lagt mikla kröfur á sjálfboðaliða? Hvað getum við ætlast til þess að fólk geri? Hvað gerum við þegar kemur upp mál og þetta er hann Jói og hann er búinn að gera svo mikið fyrir félagið okkar og hann er bróðir hans Sigga eða þetta er hún Stína og hún er dóttir hans Kalla. Við þekkjumst oft of vel og þess vegna getum við ekki tekið hlutlaust á málunum. Þess vegna þurfum við aðstoð og þess vegna kemur Sema inn eins og okkar allra besti vinur og hún ætlar að fara yfir það og ætlar að vera miklu betri við ykkur heldur en ég. Það verður svo tíma eftir fyrir nánari umræður. En vil ekki standa upp og fá okkur kaffi og vatn á milli? Það er ekkert að klappa.
Bara smellum okkur í næsta fyrirlestur. Já, takk. Bara kynnir og betri að kynna þetta. Já, já, ég skal sjá um það. Allir komnir inn, það ekki? Ég byrja að þakka fyrir frábæran fyrirlestur hérna á undan. Það erfitt að fylgja þessu eftir, en það gaman fyrir mig að hún segir að ég sé besti vinnur ykkar í öllu þessu. Yfirleitt er þegar ég hringi í fólk, þá verður það mjög stressað og mjög smeykt, af því þá mögulega komið upp einhverjar aðstæður sem þarf að laga. Þannig að það svona, þetta ákveðin tilbyrning. En ég heiti Sema Erla og ég starfa sem framkvæmdastýra hjá samtöku sem heita Æskulýðsvettvangurinn. Það mjög eðlilegt að þið kannist ekki öll við æskulýðsvettvanginn. Aftur, það oft ekki fyrir en fólk þarf á aðstoð að halda að þau finna æskulýðsvettvanginn. En bara svona örstutt til að segja ykkur frá því að æskulýðsvettvangurinn samstarfsvettvangur Bandalags íslenskra skáta, KFUM á Íslandi, Slysavarnafélagsins Landsbjargar og Ungmennafélags Íslands. Þetta í rauninni samstarfsvettvangur sem þessi stóru félagasamtök settu á laggirnar og markmiðið að vinna sameiginlegum hagsmunamálum barna og ungmenna í íþrótta- og æskulýðsstarfi og stuðla að heilbrigðum, uppbyggjandi og vönduðum aðstæðum fyrir börn og ungmenni í þessu starfi. Og eins og sjáu þessi 4 stóru samtök, þið getið ímyndað ykkur hvað mikið af börnum og ungmennum þarna undir. Og æskulýðsvettvangurinn í rauninni þjónustar ekki einungis þessi stóru samtök heldur öll aðildafélögin þarna undir. Þannig að íþróttafélagi gegnum Ungmennafélag Íslands hefur aðild að æskulýðsvettvanginum. Skátarnir á Akureyri geta nýtt sér þjónustu æskulýðsvettvangsins. Þannig að þetta gríðarlegur fjöldi sem þarna undir. En markmiðið og tilgangurinn að stuðla að samræðu og samstarfi á milli þessara félagasamtaka á sviði til dæmis leiðtogaþjálfunar, fræðslu og forvarna og á öðrum sviðum sem snerta hagsmunamál barna og ungmenna í þessu umhverfi íþrótta- og æskulýðsstarfs. Og það gert meðal annars með því að halda námskeið, halda ráðstefnur og önnur sameiginleg verkefni sem snúa að þessum málum. Grundvallar, ef það eitthvað sem endurspeglar æskulýðsvettvanginn, þá það þessi grundvallarréttur á fáir að vera óáreittur í félagsstarfi, í leikustarfi og að þetta sé virt. Og einelti, kynferðisleg áreitni, kynferðislegt ofbeldi, önnur óæskileg hegðun, óæskileg samskipti ekki liðið innan þessa vettvangs og þeirra samtaka sem að honum koma. Og auðvitað á það bara vera að það sé hvergi liðið. En þetta svona æskulýðsvettvangurinn í stóra samhenginu. Og okkar verkefni, okkar málefnaskrá sem við störfum samkvæmt, hún endurspeglar það að þessi réttur sé virtur. Og æskulýðsvettvangurinn vinnur gegn einelti, ofbeldi, annarri óæskilegri hegðun sem kemur upp gagnvart börnum og ungmennum og að stuðla að þessari vitundavakningu á meðal samtakanna. Og við fylgjumst auðvitað vel með þróun, við bregðumst við reynum að bregðast hratt. Þetta auðvitað málaflokkur sem að þróast hratt, hann breytist hratt og við reynum alltaf einhvern veginn að leita leiða til þess að fylgja þessari þróun og ég mun sýna ykkur svona aðeins hver þessi verkefni eru og við eigum auðvitað í samstarfi við alla þá sem að vinna að sömu markmiðum og sama tilgangi og við. Og það til dæmis þannig ef einhver hringir og vill námskeið sem við bjóðum upp á en tilheyrir ekki þessum samtökum, við segjum ekki bara nei og skellum á. Við viljum auðvitað að allir séu með þessi máli í lagi og við viljum deila frekar heldur en að halda okkar hlutum að okkur. Þannig að því við erum öll að vinna þessu sameiginlega markmiði og það að stuðla öryggi barna og ungmenna og velferð þeirra í íþrótta- og æskulýðsstarfi. En ég kannski kom hérna og ætla að einblína sérstaklega á þessa verkferla, þessa viðbragðsáætlun, velferðaráætlun sem að félögin eiga að hafa. En það ekki nóg að hafa bara verkferla eða hafa bara viðbragðsáætlun. Þetta svolítið svona hringferli sem verður að haldast í hendur. Þú verður að vera með fræðslu. Við erum með verkferla til þess að bregðast við kynferðislegri áreitni. En ef ég veit ekki hvernig birtingarmyndirnar eru, hvernig á ég að nota þessa verkferla? Og ef ég sem þolandi veit ekki hvert ég á að leita, þá
þá tilgangurinn einhvern veginn ekki, eða markmiðið ekki að nást. Þannig að þetta svona ákveðið hringferli og fyrsta auðvitað að vitundin sé til staðar, að við þekkjum birtingamyndirnar og við vitum hvernig á að bregðast við. Og þar kemur fræðslan inn. Og þetta bara svona dæmi það sem við erum að bjóða upp á, verndu þau, veit ekki hvort þið kannist við þetta, það eru 2 konur sem starfa í barnahúsi sem að skrifa þessa bók og þær halda úti námskeiði, þarna fjallað mismunandi birtingamyndir, ofbeldis og hvernig á að bregðast við, einelti, hatursorðræða, mannréttindi, fjölmenningafræðsla, verkefni sem eru þróun hjá okkur núna, hvernig getum við með sem bestu móti tekið á móti iðkendum af erlendum uppruna og foreldrum þeirra og hvernig komum við í veg fyrir fordóma, kynþáttafordóma og annað slíkt í íþrótt- og æskulýðsstarfi. En þetta allt með áherslu á það. Nú, nýjasta hjá okkur netnámskeið í barnavernd og þetta ætlað starfsfólki og sjálfboðaliðum í íþrótt- og æskulýðsstarfi og þetta opið hverjum sem er. Þetta á netinu, þarna getur hver sem farið inn, skráð sig, tekur kannski klukkutíma í mesta lagi, þú getur fengið skírteini að þú hafir lokið þessu námskeiði og þarna eins og við sjáum, það svona verið að snerta á, þarna líkamlegt, andlegt, kynferðislegt ofbeldi, vanræksla og hvernig við bregðumst við, það samskiptavandi og ágreiningur og einelti og þarna eru skilgreiningar, einkenni, afleiðingar og einmitt þessu segi og svo svona stuttar spurningar í lok hvers kafla og þetta unnið þetta bara í samstarfi við fagaðila á þessu sviði og þetta einfalt í notkun, þetta þægilegt og þetta eitthvað sem við viljum aftur bara að allir noti og þannig þetta bara mjög gott til að aðeins svona að fá, ég skil að það ekki allir sem hafa alltaf tök á að setjast niður og 3 klukkutíma námskeið ofbeldi en þarna erum við að reyna að koma til móts við ákveðinn hóp. Skráðu þið bara að vinna eða? Já, þú fer bara inn á þessa síðu, þar bara býrðu til aðgangs, bara fer í nýskráningu, skráir þarna inn og þú getur stoppað, þú getur byrjað svo þarftu kannski að fara, getur komið aðeins og aftur og haldið áfram bara þegar þér hentar. Þannig að þetta bara, við fengið bara mjög jákvæð viðbrögð við þessu og hvernig viðmótið þarna inni og eins og segi, svo getur þú fengið skírteini með staðfestingu á því að þú hafir lokið þessu námskeiði. Ertu að fá eitthvað svona vídeómyndir eða þetta eingöngu bara? Þetta rauninni kemur svona upp, þetta lesið, en við erum núna til dæmis að taka upp hljóð líka, af því það kannski bara þægilegra fyrir suma að hlusta heldur en lesa. Okkur langar líka að þýða þetta á fleiri tungumál. En þetta bara svona allt í vinnslu, þetta verkefni sem við fengum styrk fyrir og erum að reyna að þróa bara áfram og bæta ávallt og gera betra. En þetta svona kannski fyrsta versjón. Þú sér hérna, það bara skráning eða opna námskeið, þannig að þetta mjög einfalt í notkun. Ekki neitt. Það bara öllum velkomin að fara þarna inn og fara í gegnum þetta námskeið. Þannig að það já, kannski svona, hvað maður að segja, þetta svona fyrsti parturinn af öllu þessu hringferli sem við viljum að sé til staðar. Nú, æskulýðsvettvangurinn hefur gefið út viðbragðsáætlun, mjög metnaðarfullt plagg upp á næstu 40 blaðsjur. Aftur, þetta fyrir alla að nota, það má hver sem nota þetta. Þetta notað víða í íþróttafélögum, félagasamtökum, þetta notað í sveitarstjórnum út á landi og þarna eru verkferlar sem hægt að fylgja þegar alls konar, hvað maður að segja, atvik, áföll sem kunna að koma upp í starfinu, koma fyrir í félagasamtökunum. Þetta nær til allra okkar félagasamtaka, allra aðildafélaga, þetta nær til iðkanda, stjórnanda, yfirmanna, sjálfboðaliða, starfsfólk, í rauninni bara allra sem eru innan þessara hreyfinga. Og við tölum ábyrgðaraðila í þessu og þá það hvort sem þú ert skátahöfðingi eða þjálfari, bara svona til að ná utanum alla flóruna og svo þetta bara hægt að í rauninni aðlaga þetta að félagi eða félagasamtökum. Nú, hún nær til atvika sem kunna að koma upp, áfalla sem börn, ungmenni og ábyrgðaraðilar geta orðið fyrir í starfi og utan starfs en getur haft áhrif á starf þeirra innan félagsins. Bara svona til að sýna ykkur aðeins, þarna við erum með agabrot, einelti, kynferðisbrot,
hótanir, áreitni eða ofbeldi gagnvart ábyrgðaraðila, viðbrögð við áföllum sem börn, ungmenni og ábyrgðaraðilar verða fyrir, viðbrögð við áföllum sem börn, ungmenni og ábyrgðaraðilar verða fyrir utan félagsstarfs, þú veist, það er ekki það sama en kannski ferlið stundum svipað. Hvernig vinnum við úr áfalli? Hér eru líka reglur ferðir, öryggisbúnað, samskipti við fjölmiðla, þetta bara ég segi, gríðarlega mikið og flott plagg. Og gefið út 2018 og núna komið í endurskoðun, það var 18 til 20, þannig að eins og segja aftur eins og áðan, það mikil þróun alltaf á þessu málaflokki, ég meina hlutirnir breytast, við sjáum og höfum bara lent á því að það kom upp einhver aðstæður og ok, við erum ekki með viðbrögð við þessu, þannig að þetta er lifandi plagg sem alltaf í þróun. En ég ætla kannski að taka aðeins fyrir sérstaklega einelti og kynferðisbrot sem kannski svona einmitt snýr mikið að velferð og veljan barna og ungmenna í íþróttastarfinu. Og það sem auðvitað fyrst og fremst sem skiptir máli í þessu, það er tilkynningarskyldan. Við berum öll ábyrgð samkvæmt lögum að stuðla að veljan og velferð barna og ungmenna og bara samkvæmt lögum. Og við þið þekkið þessa tilkynningarskyldu öll, það ekki? Ég þarf ekkert að fara í það. En það er bara, áherslan á að við berum öll ábyrgð og verðum að tryggja öryggi barnanna. Bara Hvert er ferlið til dæmis í félagi þar sem margar deildir og gerist í einni deildinni að verður uppvís, þjálfari verður eitthvað við. Hvert er ferlið þannig að maður myndi sjá eitt svona ferlið, hvernig myndi það gerast? Nú fær þjálfarinn hugboð eitthvað sé í gangi, hvað gerum við svo? Já, það er svona það sem ég ætla að koma inn á núna aðeins og einmitt varðandi einelti og varðandi kynferðisbrot eða kynferðislega áreitni. Bara eina sýningur þetta úr áætluninni, það þarna skilgreining og við tölum alltaf fyrirbyggjandi aðgerðir, það náttúrulega fræðslan og forvarnastarfið og svo það fagráð sem starfandi hjá æskulýðsvettvangnum sem ég ekki búin að koma inn á en mun gera núna. Fagráðið það starfandi fagráð innan æskulýðsvettvangsins. Ég sem framkvæmdastjóri starfsmaður fagráðsins og þar að auki lögfræðingur og sálfræðingur sem eru ráðnir starfsmenn inn í fagráðið og þetta fagráð tekur við tilkynningum óæskilega hegðun innan félagana. Og það þannig að til dæmis það geta allir tilkynnt mál til fagráðsins sem mjög mikilvægt, hvort sem þú ert þolandi, þú ert þjálfari, þú ert foreldri, þú ert starfsmaður, það getur allir tilkynnt og það eru öll mál tekin til könnunar. Þannig að þetta í rauninni úrræði fyrir félögin til þess að fá aðstoð við að leysa úr málum sem kunna upp að koma. Og þetta óháður aðili, fagráðið hlutlaust og óháð og í rauninni bara til stuðnings við félögin. Þannig að þó að þetta æskulýðsvettvangur sé búinn til að þessum ákveðnu samtökum, þá fagráðið í rauninni allt annar hluti af þessu batteríi og þess að tekur við tilkynningum. Og fagráðið starfa samkvæmt þessari viðbragðsáætlun, samkvæmt okkar siðareglum sem við erum líka með, landslögum auðvitað og verklagsreglum sem við höfum sett okkur meðferð kynferðisbrota eða eineltismála. Og það eins og ég var fyrir aðeins tilbaka, einelti og það inni í þessu aðgerðaráætlun í rauninni hvað gerist þegar mál kemur upp. Og fletta hérna á milli. Það til dæmis mjög mikilvægt að gera greinarmun á einelti og samskiptavanda en það líka mjög mikilvægt fyrir okkur og við leggjum alltaf áherslu á að ef það kemur eitthvað upp að við viljum helst fá málin út úr félögunum strax eins og þú komst inn á áðan, það þekkja allir alla, ég meina það eru fjölskyldur sem eru í stjórn og starfsmenn einhverja félaga og þetta bara oft svo rosalega náið og við höfum bara séð hvað afleiðingarnar geta verið rosalega alvarlegar ef að málunum ekki komið út úr félögunum. Það hafa komið inn mál sem eru búin að vera 10 ár að gerjast inn í einhverju félagi og þið getur bara ímyndað eitthvað hvernig fólki líður. Þannig að við leggjum rosalega miklu áherslu á að málin komi strax út úr félögunum til óháðs aðila. En það líka annað sem mjög mikilvægt í þessu að það sé einhver innan til dæmis íþróttafélagana sem sér að tilkynna. Tala nú ekki ef það verið að tilkynna til barnaverndar eða lögreglu. Þetta stundum framkvæmdastjóri, þetta getur verið yfirmaður íþróttamála, stundum jafnréttisfulltrúi, það bara mismunandi
hver að sjá þessa hluti, að það sé sami starfsmaðurinn sem að sjá þessi mál. Eins og í skólanum þá þetta oft skólastjóri eða námsráðgjafi. Þetta einhver ákveðin aðili sem tekur þetta að sér. En það sem við líka leggjum áherslu á að einmitt ef að þú ert, segjum þjálfari eða annar ábyrgðaraðili, að þú í rauninni tilkynnir að þú fær kannski ábendingu einmitt hugboð, þú sérð að það eitthvað mögulega að gerjast, að þú leitir strax til þá næsta yfirmanns. Það framkvæmdastjóri eða stjórn félagsins og þetta ferli sé einmitt þá bara skýrt, hvert á ég að leita. Og yfirleitt það sem ég hef séð þá þetta framkvæmdastjóri félagsins sem tekur við þessu. Hann mun síðan þá koma málinu áfram til, segjum fagráðs, æskulýðsvettvangsins eða til lögreglu og barnaverndaryfirvalda. En það mjög mikilvægt að þetta sé skýrt, hvert á ég að leita og til þess að málin komist alltaf áfram. Einmitt, eins og segir hérna stjórnar, þetta getur líka verið framkvæmdastjóri. Og þegar stjórn félagsins berst tilkynning að henni verið komið áfram til okkar. Þessi viðbragðsáætlun náttúrulega sett upp fyrir félagasamtökin sem innan æskulýðsvettvangsins, þannig að orðalagið náttúrulega svona, en þetta bara eitthvað sem hægt að vinna með. Kynferðisbrot, já ég ætlaði nú ekki svona hratt. Þið sjáum munin, þetta sem sagt hvað gerist þegar barn eða ungmenni verður fyrir kynferðisbroti, hvað gerist þegar ábyrgðaraðili verður fyrir kynferðisbroti og þegar ábyrgðaraðili grunaður kynferðisbrot. Og hérna aftur tilkynningaskylda náttúrulega mjög rík og hvað þarf að gera? Hvað á maður að gera þegar barn eða ungmenni verður fyrir kynferðisbroti? Auðvitað fyrst og fremst þarf að tryggja öryggi barnsins eða ungmennisins. Þú verður að gera barnaverndaryfirvöldum og lögreglu viðvart strax. Framkvæmdastjóri eða fagráð æskulýðsvettvangsins hefur samband síðan við foreldra og forráðamann eða hvernig þetta unnið. Þetta oft unnið bara í samvinnu við barnaverndaryfirvöld og það sem mjög mikilvægt að eftir að mál hefur verið tilkynnt til réttra aðila að þá á ekki að hafa frekari afskipti af því. Ef að barn hefur orðið fyrir kynferðisbroti þá það tilkynnt til barnaverndaryfirvalda og félagið á ekki að blanda sér á nokkurn hátt meira inn í það nema sé óskað eftir. Ábyrgðaraðili verður fyrir kynferðisbroti, það bara aftur, það það sama. Þú gerir lögreglu viðvart, ef hann undir 18 ára, barnaverndaryfirvöldum skal vera gert viðvart og svo alltaf hægt að vinna þetta í samstarfi við fagráðið og það sem við til dæmis líka gerum að því við höfum ekki frekari afskipti, ef það kemur mál til okkar, fyrsta spurningin búið að tilkynna þetta til barnaverndaryfirvalda, ef það ekki gert þá gerum við það og við höfum ekki frekari afskipti af því, nema við getum aðstoða þolanda með úrræði til þess að fá aðstoð. Og það sem ég mun líka koma inn á eftir örstutta stund og það sem snýr að félaginu sjálfu og viðbrögðum þeirra. En það líka einmitt, eins og ég segi, þið getur skoðað þetta í viðbragðsáætlun, þetta allt mjög skýrt, bara frá því að þú færð einmitt einhvern grunn, þú lætur framkvæmdastjóra vita, hann tilkynnir mál til okkar og þá fer okkar ferli samkvæmt verklagsreglum í gang. Og við vinnum málið þangað til það komin úrlausn á því og við fylgjum því líka eftir. Segjum að það komi upp eineltismál, það unnið úr því með ákveðnum aðferðum sem við leggjum til við félögin. Svo kannski 6-12 mánuðum eftir eðli málsins þá fer af stað eftirfylgni. Bara allt í lagi, allt eins og það á að vera og ef það gert í lagi þá málinu bara formlega lokað hjá okkur. Og við alltaf skilum á okkur greinagerð, við komum með tillögur að úrbótum þegar það kom upp mál. Þannig að við líka alveg að fylgja þessu eftir. Ég setti líka inn bara hérna að það mjög mikilvægt líka þetta með sögusagnir. Það þarf alltaf að vega og meta alveg rosalega mikið og bara að fá ráðleggingar, leita ráða, það skiptir svo miklu máli, hvort sem það barnaverndarstofa, hvort sem það séu við lögreglan, barnaverndarnefnd, bara að vera óhrædd við að leita aðstoðar. Það bara fyrst og fremst það mikilvægasta í þessu. En þetta kannski svona líka stóri punkturinn í þessu öllu saman. Hvað gerum við þegar koma til dæmis upp
ásakanir að segjum þjálfari, hann ásakaður kynferðisbrot. Hann mögulega ákærður fyrir kynferðisbrot. Hvað gerum við sem félag? Og nú förum við aftur á þetta með að tryggja fyrst og fremst öryggi barnsins. Og það að viðkomandi verður að vera að vísa á starfi á meðan. Ef ábyrgðaraðili grunaður að hafa beitt barn eða ungmenni kynferðislegu ofbeldi, þá honum vísað tímabundið úr starfi á meðan rannsóknin fer fram. Og það sama hérna, ábyrgðarmaður grunaður kynferðisbrot. Flett upp sakaskrá. Eru þið öll búin að fletta upp starfsfólkinu ykkar? Þegar þið ráðið nýtt fólk, tjekkið í sakaskrá hvort að einstaklingurinn hafi verið dæmdur fyrir kynferðisbrot. Getur maður gert það? Já. Maður getur ekki farið og fletti, maður verður að fá heimild. Þegar þú ræður einstaklinginn inn, þá gefur hann heimild fyrir því. Já, það yfirleitt heimild, já. Í ráðningarsamningunum sett inn heimild fyrir því að það megi fletta því upp hvort að sá aðili hafi verið dæmdur fyrir kynferðisbrot. Þetta núna komið inn í íþróttalög, þetta inn í æskulýðslögum. Það má ekki ráða einstaklinga til starfa sem hafa verið dæmdir fyrir kynferðisbrot. Því að vel fletta öllum upp, eða ekki? Þetta það nefnilega ekki og þetta jú, flókið ferli en þetta á líka að vera einfalt. Eins og til dæmis aðildarfélög Ungmennafélags Íslands, þau gerir þetta í gegnum þeirra skrifstofu. Þau senda þangað inn, en ferlið vissulega óþolandi og við höfum til dæmis núna í mjög mörg ár verið að berjast fyrir því að þetta verið gert rafrænt, eins og að finna til dæmis á Norðurlöndunum. Að þetta ferlið tekur langan tíma og bara einhvern veginn, þið sendið það með því, þeir senda þetta áfram. Þegar starfsmaður þar, hann fer í málið, flettir öllum upp, sendir tilbaka á því, þetta fer til þín, þetta náttúrulega bara, þetta sturlað, sko. Þannig að það von á því að þetta verði núna mjög fljótlega rafrænt. Við höfum heyrt það frá dómsmálaráðuneytinu að það eigi bara á þessu ári að vera orðið rafrænt. Og þá henni, já. Flett upp. Þetta hefur alltaf verið í æskulýðslögum. Þetta að koma nýtt inn í íþróttalögin núna. En þannig að félagasamtök eins og skátarnir og KFUM-K, þetta hefur alltaf átt við þau. Þau starfa sem samkvæmt æskulýðslögum. En það einmitt þetta að, ég meina, þetta ekkert klippt og skorið eins og ég vil hafa. Ég myndi bara fletta upp öllum sem væri til dæmis að fara í skólaferð með börnum að gista. Ég meina, það nú ekki langt síðan það var í fréttum að maður, foreldri, hafi verið í skólaferð, hann var dæmdur kynferðisbrotamaður. Þannig að, en við tölum starfsfólk og sjálfboðaliða og það aftur þessi ábyrgðaraðilar innan samtakanna og félögin, þau gera þetta reglulega, 2 ára fresti til dæmis, en eins og ég segi, vonandi verður þetta orðið rafrænt mjög fljótlega. Það myndi bara gera svo rosalega mikið til að auðvelda þetta ferli. Eins og núna í íþróttalögunum, þá bara tala sjálfboðaliða. Já. Og þá kannski eins og hún var að koma inn á, hvað sjálfboðaliði, skilgreiningin og honum sem slík. En það kveður ekkert á hvað þetta endur nýja dótt. Nei, það undir félaginu bara. Það er ekki kvöð á okkur það að skila 2 ára fresti, 3 ára fresti eitthvað. Það bara eitthvað sem félagi verður að taka ákvörðun að gera. Þú beintir rétt á mig ungmennafélagi, það að spara okkur enna pening. Það því að kostar að kaupa sakavottorð. Þá getum við fengið okkar til að skrifa undir og við sendum það inn. En svo aftur sem var að koma núna, maður sjálfboðaliða, með gistingar, að nú ætlar þú að gista með hópnum sem að fara, en nú veikist þú og ég kem í staðinn. Hópurinn að fara á eftir. Ég veit það. Og ferlið líka, já. Þú getur ekkert að rannsaka mig á svo stutta tíma. Nei, ég veit það. Og valla meira segja með fyrirvara að ég var að fara í ferð eftir mánuð, sko. Þannig að þetta ekki þú. Ég veit það. Það benda bara á, ef það koma spurningar til þín, já. Að þú kannski endurtekir þær. Já. Það í beinni. Ok. Þeir sem eru heima heyri hvað nú vera. Afsakið, já. En
það er eins og já, þetta er mjög mikilvægt atriði að við flettum starfsfólki og sjálfboðaliðum, eins og ég segi, sjálfboðaliðar, þeir sem að starfa með börnum og ungmennum. Raða upp stólum, ég veit það ekki, en þú veist, ábyrgðaraðili, aftur, við tölum ábyrgðaraðila, leið og svona bera ábyrgð á einstaklingum, á hóp barna og ungmenna. En voru einhver fleiri spurningar? Nei, það byrjuðu allir að tala, en eins og ég segi, það þetta með að aðila sé vísa tímabundið úr starfi eða kemur upp grunur kynferðisbrot. Og við höfum til dæmis alveg séð að það hefur ekki verið gert og þá í rauninni, við höfum fengið til okkar mál, það sem verið að spyrja, er það rétt, bara ekki, getum við bara verið hérna öll saman, en þetta mjög skýrt til dæmis í okkar viðbragðsáætlun að einstaklingunum vísa tímabundið úr starfi og svo það bara, kemur einhver niðurstaða í málið og þá þetta bara tekin afstaða til þess hvort að einstaklingurinn kemur aftur inn í starfið eða ekki. Nú, svona þriðja hjólið í þessu öllu saman. Við erum komið með fræðsluna, við ætlum að læra að bera einkenni á þessar aðstæður, við ætlum að kunna að bregðast við. Við erum með verkferla til þess að bregðast við, en svo kannski þetta þriðja, hvernig komum við þessum hlutum á framfæri? Af því aftur, það ekki nóg bara að vera með þetta oní skúffu. Og þetta til dæmi það sem við höfum gefið út og þetta snýr að því að þetta eru bæklingar og í þeim eru upplýsingar hvert þú getur leitað ef þú hefur orðið fyrir einelti eða kynferðislegri áreitni eða kynferðisbrotum í starfinu. Og þetta eru bæklingar sem opnast og það til dæmis bara aðeins æskulýðsvettvanginn, fagráðið og hvert þú getur leitað og hvernig þú átt að koma málinu áfram. Og það rauninni segið, það alls konar, það ekkert svona eitthvað eitt ferli í því. Þetta kemur beint frá þolendum, þetta kemur frá foreldrum, þetta kemur frá þjálfurum, framkvæmdastjórum, stjórn í rauninni, eins og segi. Þetta opið fyrir alla að geta tilkynnt. Og það eru eyðublöð inn á vefnum hjá okkur, en þú hringir og ég segi ekkert farð á netið og fyllt út hérna, við grípum málin og vinnum úr þeim eins og þau koma inn. Ég nefndi áðan siðareglurnar þegar ég var að tala eftir því hvernig fagráðið starfar og við höfum líka gefið út siðareglur sem rosalega mikilvægt að allir hafa, flestir hafa. Ég fer stundur svona túr, tjekka á heimasíðunum hjá félaginu, segjum bara skátafélagið í Árbæ og það hérna, já, siðareglur félagsins og ég ít á þær og það ekkert. Það rosalega svona algengt að þetta svona inn á vefnum og nú ég alltaf að dæma sjálfa mig algjörlega á leik vegna þess að ég ætla að opna viðbragðsáætlun á vefnum áðan og það kom bara error. En mér finnst það bara svona sérstakt áhugamál hjá mér að tjekka hvort það séu siðareglur og hvort það séu aðgengilegar, hvort það séu á vefnum. En það oft svona, þið vitið það kemur lögareglur, starfsfólk og stjórn og siðareglur og allt þetta, en svo það ekkert þarna inn á. Þannig að ég mæli með að þið tjekkið hjá ykkur þegar þið farið aftur til ykkar starfa. Okkar siðareglur eru tvenns konar, annars sem snúa að samskiptum og síðan sem snúa að rekstri og ábyrgð og þetta á aftur við allt okkar starfsfólk og sjálfboðaliða og ef þú gerist brotlegur við þær heimilt að vísa fólki úr starfi, tímabundið eða að fullu. Og bara svona dæmi þetta eru margar mismunandi reglur. Hérna einmitt bara, við stofnum ekki til óviðeigandi samband. Við forðumst þá aðstöðu að vera ein með iðkendum. Við eigum góð samskipti, huga að mörkum, þau eru mismunandi, við verðum að virða þau, forða snertingar og ábyrgum rafrænum samskiptum og netnotkun. Þetta hérna eitthvað sem við erum að reka okkur aftur og aftur og aftur og aftur á. Og það þessi samskipti á milli ábyrgðaraðila og iðkenda í gegnum samskiptamiðla. Og þá á ég ekkert endilega við eitthvað sem snýr til dæmis að einhverju kynferðislegu, heldur bara að þjálfarinn að senda iðkendanum skilaboð á Messenger korter í 12 fyrir miðnætti á þriðjudegi að spurja hvernig hafi gengið á lyftingaæfingu. Þetta eitthvað sem okkur finnst eðlileg samskipti á milli þjálfara og iðkenda?
það segir enginn já, þannig að ok, en þið fatti hvað ég er að meina, er það ekki? Þú náttúrulega spyrð bara á næstu æfingu hvernig hafi gengið að lyfta þannig á miðvikudaginn. Við erum ekki að senda á þessum tíma, er það? Erum við að gera það? Já, en finnst okkur það eðlileg samskipti á milli þjálfara og iðkanda? Já. Er það ekki eins eftir allt? Mögulega, jú, kannski. Þú ert með meistaraflokksþjálfun. Já. Þú ert að þjálfa 30 einstaklinga. Ok. Og ert að fá færð skilaboð milli 11 og 12 á kvöldin. Mhm. Er ekki æfing á morgun? Er þetta eitthvað svoleiðis? Eða þú þarft að ná í hann til að segja breytum æfingatímanum, þannig að það var 8 morgunæfingar, 9. En það er komið fullorðna einstaklingar, sko. Já, ég endurtek spurninguna hvort þetta snúist aldur. Aftur, ef þú spyr mig, þá, ok, við erum náttúrulega einblíðin kannski á börn og ungmenni. Jú, það breytist æfingatími. Ég myndi alltaf senda bara tölvupóst á alla, í staðinn fyrir að fara á Messenger klukkan korter í 12 fyrir miðnætti á þriðjudegi og senda skilaboðin, það er það sem ég myndi gera. Ég myndi forðast öll samskipti. En ef þú ert með börn, sendur þá á þau eða á foreldra þeirra? Ég tala þess að leiri þessa æfingatíma breytinga, já. Þá er það oftast Messenger. Ok. Þjálfari á unga einstaklinga. En er það ekki sportari? Er það ekki komið kannski á? Sportæfli og sætlæn eru komið með þetta samskiptarlegu sem þjálfarar nota mikið. Og það er líka sumir þjálfarar, eða mikið af þjálfarar sem er að vinna aðra vinnu og margir eru að vinna á settakvöldinu og nóttinni. Þessum fagilífi við erum með til dæmis 2 sem að eru gjarnan að senda helst mjög seint eða jafnvel á nóttinni, sko. Já. En ég veit ekki hvort það séu persónuleg samskipti við einn einstakling eða almennt. Eða svona almennt, já. Ég held að líka smá munur í því, sko. Já, ég skilur það. Sko, ef við erum að nota forritin, eins og sportlegir eða sætlæn eitthvað, þá ertu svolítið að senda skilaboð á alla. Og mér finnst vera svolítið stór munur á því eða hvort þú einhver skilaboðum á Messenger. Af því að það er líka, við vitum alveg, það er hægt að misskilja skrifað orð. Það er hægt að einhvern veginn mistúlka það og annars slíkt. Það er alltaf betra, ef við viljum til dæmis vernda starfsmanninn okkar, að svona beina starfsfólkinu okkar í það, reyna alltaf að hafa samskipti þar sem allir sjá þau. Eða þú veist, allir flokknum með þetta sé svolítið svona... Nota formlegu leiðirnar, einhvern veginn, sko. Þá er því að gera það kannski kvöldið. Það er svona óformlegt að senda það til forðan. Já. Akkurat. Og bara, eins og sé, þú veist, þetta líka einhvern veginn þessi samskipti, þau fara einhvern veginn svo fljótt að snúast bara einhvern veginn eitthvað allt annað og þú veist, það er bara einhvern veginn, allavega, þú veist, það er, við verðum að vanda okkur þegar við erum að nota þessa samfélagsmiðla og sérstaklega einmitt í þessum samskiptum og þú veist, hvað eru viðeigandi samskipti og ekki, einmitt eins og við getum alveg rætt á næstu æfingu hvernig það gengi að lyfta, þú veist, eða hvernig þrekæfingin var og þú veist, nú aftur, ég er að tala þú veist, börn og ungmenni, en þetta er bara svona dæmi og svo er það náttúrulega allt hitt eins og ég þekkið, ég meina þjálfarar og iðkendur, Snapchat, Instagram, þú veist, Messenger líka, þetta er oft orðnar mjög svona blurry línur. Þú veist, ég meina kennara að ræða þetta líka, þú veist, eigum að vera með nemendur okkar á, þú veist, Facebook. Þú veist, þú ert á Snapchat, þú ert mögulega að gera þar einhver aðra hluti heldur en þú ert að gera sem ábyrgðaraðila á æfingu. Þú veist, þannig að þetta snýst einmitt bara svolítið og hver að einn verður þetta bara að finna það hjá sér hvernig maður hagar þessu, en þú veist, ég myndi alltaf segja, og eins og er hér, bara mjög skýrt, að við bara hugum að mjög ábyrgum rafrænum samskiptum á milli iðkanda og ábyrgðaraðila. Og við forðumst að eiga samskipti, til dæmis gegnum síma og í gegnum þessa samskiptamiðla. Ég meina auðvitað koma upp einhverju hluti sem þarf að bregðast við strax og eitthvað svoleiðis, en ég er að tala hluti sem eru orðni miklu meira heldur en það. Þau eru ekkert lengur að tala æfingatíma eða eitthvað svoleiðis, þú veist, þannig að þá er þetta orðið svona kannski frekar skrítið eitthvað, en þetta er, eins og segi, þetta eru dæmi þessar siðareglur og svo kannski bara svona til að sýna ykkur aðeins, þú veist, hvað er ég að tala hvaða mál, þú veist, er að koma upp og ég meina það er búið að tala hérna óæskilegu samskiptin mikið og þau eru, ég meina við erum að sjá þetta sama, þetta eru samskipti sem eru alveg bara orðin
alveg rosalega brengluð oft og það er svo mikilvægt einhvern veginn að huga því hvernig við getum gert þau aðeins heilbrigðari og betri. En það er, eins og segja, við tökum í rauninni við öllum tilkynningum og það er tekið alvarlega á móti þeim öllum og það er alltaf farið í könnunarleiðangur. Við viljum frekar að fólk tilkynni, láti vita ef það er eitthvað sem þau eru með tilfinningu gagnvart eða upplifir að sé ekki eitthvað í lagi, þá frekar að sko fara með máli lengra, láta vita, tilkynna það, heldur en ekki. Og auðvitað því fyrr sem að málin komast í ferli til þess að vinna úr þeim, því betra. Þannig að þetta er bara eins og segi, það eru alls konar hluti sem að koma upp í starfinu og það er ekkert óeðlilegt, það er engin dauðadómur að það komi upp eineltismál eða óeðlileg samskipti á milli aðila. Það er óeðlilegt ef það er ekki brugðist við þeim og það sé ekki til verkfæri til þess að vinna úr þeim. Punktur. Það er búinn. Já. Þú setur upp svona bara lítið dæmi. Það er nú ég sem foreldri kem í æfingu og segi við stjórnina að mér finnst þjálfari að leggja barnið mitt í einelti. Þá var ég að velta fyrir mér, ok, þarna er komið þá eitthvað á sem það stjórn viðkomandi deildar eða félags að byrja á því að tala við foreldra og fá á tilsynni eitthvað eða tekum bara strax og tilkynna þetta. Eigum við að vinna einhverja vinna á undan og gera eitthvað. Þetta er svo oft svona huglægt líka. Sumum finnst það vænt að sé að leggja sig í einelti svo þegar búið að ræða málin þá var það kannski ekki svo mikið. Já, einmitt. Ég ætla að reyna að orða þetta. Þú ert semst að spurja hvort að það eigi að fara fram einhvers konar kannski könnunarleiðangur eins og við köllum þetta eða hvort það eigi bara tilkynna málin beint. Já. Það er náttúrulega, það kemur einhver og talar við þig og það er kannski svona, það er kannski, tökum bara einelti, þú nefndir einelti, samskiptavandi einelti. Ég held að, ef þú þekkir birtingarmyndirnar og allt þetta og svona kannski aðeins fræðin í kringum þetta, og líka bara hvernig lýsingin er. Ég held að sé mjög einfalt oft að greina hann á milli, hvort þetta sé með einhver skoðan ágreiningur eða samskiptavandi eða hvort þetta sé einelti. Og það er ekkert óeðlilegt að, það kemur til foreldri, þú vilt kannski tala við einstaklinginn, en ég segi alltaf út með málinn strax sko, vegna þess að líka það er mjög mikilvægt að vera ekki að kalla fólk ítrekka til og láta það endurtaka, söguna, aðstæðurnar, atvikin, þannig að, en ég skil alveg að fólk vilji kannski, tjekka hvort það sé allt í lagi áður en að málin fara út, en ég segi alltaf bara að fá aðstoð strax. Og ég meina, stundum er það gert og við setjumst niður 4 við 1 borð og málið er leyst. Og það er líka bara mjög gott og mjög fínt að það sé hægt að vinna málin þannig. En það kemur þá mjög fljótt í ljós. Það er bara léttara fyrir okkur. Og það er bara líka aftur, þú segir, það er stjórn, það er foreldri, þjálfari, iðkandi, þarna eru tengsl, og það er oft líka þannig að ef það er til dæmis þjálfari að segjum leggja einelti eða áreita iðkanda að þá það er þessi möguleiki að geta að fara fram hjá félaginu sko. Þú vilt kannski ekkert tilkynna þjálfaraðinn eða þið finnst óþægilegt að þá er það náttúrulega líka að geta farið að þurfa ekki að koma beint til þín að það geta allir tilkynnt og það er sama stundum er leitað til UMFÍ mér langar að, mér vantar aðstoð með eitthvað og þau senda beint yfir, sko. Það er ekki, þannig að það sé ekki sem milli stopp. Þá er það sama við, þetta er iðkandi við iðkanda. Já. Þannig að þá látum við það frá okkur. Og þetta getur líka verið ábyrgðaraðili, þannig að þetta eru svona þessar 3 mismunandi birtingarmyndir. Þannig að, en við gerum enga greinamun á því, hvort þetta sé iðkandi eða 2 ábyrgðaraðilar, við bara aðstoðum, og ég meina stundum nær aðstoðin okkar ekki lengra heldur en það að segjum bara til dæmis
mæla með sálfræðiþjónustu og það sem kannski hefur heldur ekki komið fram er að við, sem sagt, samkvæmt okkar verklagsreglum, að þá getum við líka aðstofað með, sem sagt, kostnað upp að 5 skiptum. Segjum að það séu þá 5 sálfræðitímar, það geta verið 5 tímar með það sem er verið að vinna með menningu í hóp með fagaðila. Það er ekki alltaf við sem förum og leysum öll, við erum ekki, við kunnum ekki allt og getum ekki allt, þannig að við þá líka leiðbeinum bara með hvar er viðeigandi aðstoð að finna. Einhverjar fleiri spurningar? Nei? Er það bara ég sem Já. Það er líka eitt sem ég finnst í þessu, að það er eftir hlutin hérna, Já. sem kynferðist áreitni. Hvað mörkin liggja þar? Vegna þess að við erum öll misjöfn og misjöfn á upplægi. Sumir finnst mjög gott og eru vanir því að knúsa allan þegar koma eitthvað. Öðrum þykir bara óþægilegt að það knúsa sig og þá er það orðið kynferðist áreitni. Þannig maður svona veltir oft fyrir sig sko, hvað er þetta? Ég fatt að Fríður hérna svona fínt hérna því við þekkjumst. En Fríður þykir þetta kannski óþægilegt að upplifa þetta sem kynferðisleg áreitni. Þannig að það er svo erfitt oft að segja hvar mörkin, ef manni finnst það allt í þessu, hvar liggja mörkin? Það kom líka fram áðan að það er náttúrulega upplifun þolandans sem skiptir máli í þessu. Og við reynum öll að virða mörk og kunna okkur bara í þessu samskiptum. Mér finnst þetta bara mjög spurja, þú veist. Ég held að eins og þessu tilviki sem þú nefnir, að ef að þú knúsar Já. Og líka bara má ég knúsa þig, þú veist. Bara í staðinn fyrir að bara labba upp á næstu mannsku og grípa utan mann, sko. Að við erum auðvitað eins og í íþróttunum, þá er þetta snerting. Og við þurfum svolítið að vega með þetta, við vitum alveg að, þú veist, að fólk, þú veist, faðmast oft og þú veist, það er alls konar. Og við vitum að sjúkraþjálfarar snerta líkamann, þú veist, en þetta finnst alltaf undir samskipti. Þú veist, og ef að fólk upplifir óþægileg samskipti, það getur sagt það og við berum þá virðingu fyrir því. Akkurat, sko, að finna svona þetta. Þú getur líka verið að þú bara er með að segja stopp og viltu virða mörkin mín og viltu hætta þessu og þá líka er mitt að geta þá fengið aðstoð með það. Hvað fyrir það? Þú þarf að grípa bóttana, það er ekki að finna hvernig þið voru búin að gera þetta. Við erum alveg góð, sko. Er það ekki? Kaffi? Alltaf gott að standa upp.
Í vonum að við náum að klára bara jafnvel ennþá fyrr og fara snemma heim. Það er erfitt að sitja 3 tíma. Að þá bara svona aðeins áfram með það sem hægt að gera til þess að hver og einn, og getur vel verið að þið séu með góða velferðaráætlun, en ef ekki þá alveg óþarfi að fara að byrja á 0 punkti. Og bæði náttúrulega, getið þið nýtt það sem að æskulýðsvettvangurinn hefur upp á að bjóða. IBR að framleiða fullt af ótrúlega flottu efni sem að stendur til boða fyrir alla, líka félögin sem að standa fyrir utan IBR. Og ég veit að þau eru að framleiða sko meira heldur bara einhverja áætlun, líka bara fullt af fræðsluefni sem að þið getið nýtt ykkur. Og verið þið svolítið duglega að gera það, þannig að því að manni fallast hendur þegar að maður á að fara að gera eitthvað frá grunni og sérstaklega maður hefur lítinn tíma og ég tala nú ekki að við erum sjálfboðaliðar. Það líka komin bæklingur hérna frá JÚFA velferð barna og Arnar, verður hann sendur út, það ekki? Jú, við sendum hann til líka bara við haukum að senda á saman tíma og takk við bæklingu. Já, þannig að bara mjög fljótlega þá fáið þið link inn á þennan bækling og þannig eru svona helstu upplýsingar það sem ætlast til þess að þið skilið af ykkur, sérstaklega félögin sem er í leyfiskerfinu, af því þurfum við að hafa þetta á hreinu og þannig getið þið bara skoða svolítið svona hvað eru með. Ég ætlaði bara að sýna ykkur þetta af því að ég var að vinna að þessari áætlun fyrir fylki, að þá eins og sem að benda á, þá ekki nóg að við eigum áætlunina til, við þurfum líka að vita hvar þær eru og við þurfum að kynna þær fyrir fólkin okkar. Af því að það ekki nóg að ég sé til dæmis jafnréttisfulltrúi fylkis og allir geta leitað til mín ef enginn veit að fylkir með jafnréttisfulltrúa, þið veitir. Og stundum skila sér upplýsingarnir ekki alveg niður, þannig að ég mæla alveg með því að þið reynið að halda fund með til dæmis bara öllum þjálfurum félagsins. Það er svo gott að gera það þvert á greinar, þannig að maður sé bara að gera þetta allt í einu og kynna þetta. Kynna jafnréttisáætlunina, kynna siðareglurnar og kynna viðbragðsáætlunina eða velferðaráætlunina. Ég veit að allavega félögin í Reykjavík, ég veit að IBR að gera sér vonir það að öll félög innan þess verði fyrirmyndafélög í ISI og þá til dæmis bara verði þið að vera með jafnréttisáætlun og þá verði þið líka að vita hvað í henni. Og ég veit og hef alveg heyrt að fólk hefur svona velt upp þeirri spurningu af hverju býr til dæmis KSÍ ekki bara til eina áætlun og allir fara eftir henni. Það alveg góð hugmynd og myndir spara okkur fullt af vinnu, en það sem kannski gallinn við það ef við fáum þetta bara tilbúið, þá svo mikil hægt að þetta fari bara inn í skúffu, við höfum ekki eins og lesið þetta. Við höfum ekki íhugað þetta, af hverju skiptir þetta máli eða hvað raunverulega felst í þessu og svo kom upp mál og þá byrjum við að panika, ég veit ekki hvað við gera. Þannig að með því að vera að vinna þetta og þurfa að fylla inn í reitina, þá erum við pínlítið að hugsa þetta. Ætlar hann Kalli að taka þessi mál eða ætlar hann Stína að taka þetta eða hvernig á að gera þetta. Og það skiptir nefnilega svolítið miklu máli vegna þess að þegar málin kom upp þá maður oft svo ótrúlega óundirbúin. Og þau geta verið alls konar. Við höfum alveg verið að fara inn í mál sem eru á milli iðkenda sem eru bara kríli, bara litli krakkar, en foreldrarnir lesa kannski eitthvað allt annað út úr samskiptunum og eru alveg með þessi. Og við höfum alveg verið með foreldra sem að gráta báðum megin við borðið. Aðrir upplifa barnið þeirra sé beitt ofbeldi og hinir upplifa þetta sé leikur milli barna og þetta sé í báðar áttir og maður bara hvernig við lesa þetta, þau veit. Og það verið að krefjast þessu færða milli flokka og annað slíkt. Við erum líka alveg að sjá að það koma upp mál hjá iðkendum sem eru orðnir eldri en 18 ára, þar sem við erum ekki að hringja í barnavernd. Ég hef farið inn í mál þar sem ég þurfti að fara heim og tilkynna foreldrum að dóttir þeirra hafi verið nauðgað. Og það bara eitt erfiðasta sem ég hef gert. Hún vildi ekki kæra til lögreglu. Hún vildi ekki fara með máli lengur. Hún var eldri en 18 ára og hún gat valið það. Við gátum ekki svipt hana valdinu með því að neyða hana til þess. Þarna var hennar réttur í rauninni að velja hvort hún vildi fara með máli lengri eða ekki, en hún þurfti hellingsstuðning og það þurfti allt liðið þurfti stuðning og hvernig áttum við að bregðast við því. Og þá svo mikilvægt að geta leita til utanaðkomandi aðila bara hvað við að gera. Hvað skref tökum við þannig að við fyrir ekki að valda meiri skaða, það verður svona múæsing í hópnum, þið veitir, öllum líður illa. Og oft maður bara eitthvað, ég veit ekki hvað að gera. Og þá bara, leita ykkur hjálpar. Fáið fagfólk, af því að það sem skiptir alveg rosalega máli og var sagt áðan, ég ætla bara að segja aftur,
að það að það kom upp ofbeldismál innan félagsins ykkar, eða hvort sem það er bara ofbeldi, kynferðisofbeldi eða einelti, það segir ekkert til gæði félagsins. En hvernig þið bregðist við, segir allt gæði félagsins. Það er bara þannig. Þannig að fólk er fólk og það geta alltaf komið upp árekstrar og það geta komið upp ofbeldi í öllum hópum. En ef við hunsum það og setjum það inn í skúffu, þá erum við ekki að sinna því sem við eigum að vera að sinna. Velferðaráætlun fylkis, hún er inn á heimasíðunni fylki.is, bara ef þið viljið sjá hana. Ég er að auglýsa fylki, en það er bara því ég hef gaman að því. En ekki það að þetta sé eitthvað fullkomin áætlun, heldur bara ef þið viljið hafa eitthvað til hliðsjónar, þá bara bendi ég ykkur á það. Hér erum við með forvarnir, stefnu og viðbragðsáætlun. Fyrst erum við bara að tala í rauninni hvernig birtingarmyndirnar eru, hverjir eru birtingarmyndir eineltis. Og hér er kynferðisleg áreitni, kynferðislegt ofbeldi. Hérna erum við bara að útskýra hvað erum við að tala Líkamlega og andleg vellíðan, síðan kemur hlutverk þjálfara og félags. Og það skiptir auðvitað ótrúlegu máli að starfsfólki okkar fái það frá okkur sem erum í forsvari félagsins að þið eru fyrirmyndir. Þjálfararnir okkar eru fyrirmyndir og einhverju gamlar kreddur eins og þetta, þú veist, að hlaupa eins og stelpa eða býta á jaxlinn, eitthvað svona, það ábæri ekki lengur við. Þú veist, við verðum að huga að velferð iðkendanna okkar, við eigum að koma vel fram við þá og þjálfarnir setur tónin. Og við megum bara gera það á kröfu og bara hér komum við vel fram við fólk og hér á öllum að líða vel. Vegna þess að íþróttir auðvitað eru ofboðslega stór þáttur í forvarnastarfi, það verða ekki allir afreksmenn, en með því að huga vel að fólkinu okkar, þá getum við haldið þeim sem félagsmönnum alltaf. Þau geta verið sjálfboðaliðar, þau geta farið í dómgæslu og svo margt annað heldur en að spila fótbolta. Við eigum að halda vel utan þetta fólk. Hér koma leiðbeiningar viðbrögð og þá er bara svona ákveðnir punktar, hlusta af athygli, skrá niður helstu atriði, ekki spyrja leiðandi spurninga. Þú veist, við verðum bara, og það er gott að vera búin að íhuga þetta, vegna þess að þegar maður fær allt inn kannski tilkynningu sem að getur verið gróf, að þá ef manni bregður eða maður bregst eitthvað við öfgafullt, að þá getur viðkomandi stoppað og hægt að segja manni frá. Þannig að bara, nei, hún þolir þetta ekki, þú veist, ég get ekki, henni er bara dauðbræður. Þannig við verðum að reyna að halda ró okkar og bara spurja, alls ekki leiða viðkomandi áfram, skrá niður helstu punkta ef við þurfum að tilkynna, að þá er gott að hafa það og síðan er bara tilkynna málið til framkvæmdastjóra og hann setur það réttan farveg. Varðandi tilkynningarskylduna, þá geta allir tilkynnt. Ég get hringt sem foreldri eða sem bara samborgari og tilkynnt til barnaverndar, en svona oftast þegar að mál koma upp, að þá fer tilkynningin oft formlega bara frá hausnum, framkvæmdastjóranum. Að því við höfum heyrt að þjálfarar hafa sagt, þú veist, ég ætla ekki að hafa nafni mitt, ég er ekki að vera tilkynna þennan föður eða þessa móður eða, þú veist, ég treysti mér ekki í það. Og þá er bara gott að viðkomandi sé bara ekkert látin það, heldur bara að þetta kemur í nafni félagsins og framkvæmdastjórinn bera ábyrgð á því. Svo er þetta bara nokkru punktar. Ef alvarlegt ofbeldisbrot er að ræða, skal ávallt hafa sambandi við lögreglu. Og þá erum við ekkert að rannsaka málin frekar eins og þú sagðir. Þá erum við bara að veita stuðning, en rannsóknin fer fram annars staðar og hún á alltaf að gera það. Hjá fylki þá erum við með sérstakt viðbragðs- og trúnaðarráð sem er kallað til ef að málin er þess eðlis að hægt að leysa það innan félags, þá viljum við hafa svona nokkuð hlutlaust fólk og fólk sem eru fagaðilar og í okkar viðbragðs- og trúnaðarráði er sálfræðingur, þannig er íþróttafulltrúi og framkvæmdastjóri, þeir sitja fyrir hönd félagsins. Síðan er ég jafnréttisfulltrúinn og síðan erum við með lækni og svo er presturinn í Árbæjarkirkju með okkur líka. Þannig að þetta er svona þverfaglegt teymi sem er kallað til ef að þarf. Og það geta alveg verið til dæmis mál sem að hafa að gera til dæmis með neyslu iðkenda eða vanrækslu eða áfall að vera dauðsfall í einhverjum hóp og þá getum við komið inn í. Þetta snýst ekki bara ofbeldismál. Alltaf ef að málin eru alvarleg og þetta snertir fólki okkar, þá leitum við út af við og fáum aðstoð. Af því að það er ótrúlega erfitt þegar við þekkjumst vel innbyrðis. Þannig að þetta er fyrir ykkur ef þið viljið nota þetta. Kíkið inn á IBR og kíkið inn á æskulýðsvettvanginn og nýtið ykkur það. En bara umfram allt, þú veist, gerið þessa vinnu og gerið hana vel. Þú veist, verið svolítið meðvituð.
Við ætlum núna í lokin bara svona aðeins að heyra í ykkur, hvernig þið standið að þessum málum, hvað þið teljið kannski að þið þurfið mestan stuðning við, eru þið að upplifa að þetta sé bara í góðum farvegi hjá okkur, þurfið að gera betur, eitthvað sem við getum leiðbeint ykkur að svara eða beint eða eitthvað, eða viljið þið bara tjá ykkur, viljið þið tala að það sé ógeðslega óþægilegt að koma inn á 50 og hlusta á klám, það má líka. Já, það bara mjög góð pæling. Hvert leitar maður þá? Arnar, ert þú maðurinn? Tæknimaðurinn. Ég voru í tæknimálunum. Ég ætla að láta, ef þið viljið tjá okkur þá endilega tala. Já, það sniður. Eru þið til dæmis með eitthvað svona skoðum? Ég var að tala við hann. Já, það ástæðan fyrir ég svo. Ég er ekki. Ef félagin eru komin að stað og eru búin að tekna upp einhvers konar áætlun og myndu vilja fá kannski Álit, eitthvað svoleiðis, já, bara, ekki spurning, það má alltaf samband við mig og ég er alltaf tilbúin til að aðstoða og vera með ykkur í þessu eða viljið, það er ekki spurning. Við viljum gera þetta vel og við viljum gera þetta saman, þannig að endilega. Það er mjög... Og samanskapið, ef einhver leitar til okkar til að fá feedback á það sem við erum búin að gera, þá myndum við örugglega leita til ykkar tvekja hvað sem þannig að það er... Ég er að hugsa eitthvað, má ég aðeins? Ég er bara að velta fyrir mér einmitt, að nú erum við öll búin að vera hérna í dag. Það er líka kannski, ætlum við svo öll að fara einhvern veginn í okkar horn og einmitt svona, kannski, byrja einhvern veginn kannski mögulega á núllinu og fara að gera. Ég er bara að velta fyrir mér, er einhvern veginn, getum við unnið þetta einhvern veginn, nú er ég bara að hugsa uppátt, svo við getum einmitt stutt hvort annað í þessu og við erum örugglega öll með alls konar mismunandi þekkingu og reynslu, þannig ég er bara svona að velta þessu, hvort það sé einhvern veginn í kjölfari hægt að halda þessari sameiginlegu vinnu áfram. Það er ekki sniðugt að kási myndi leiða slíkt. Já, þetta sé alltaf klukkutíma en ég að gera það. Ég var bara að hugsa þetta út frá því hvernig ég gerði þetta í fylki. Ég kem frá Fram og setti vantilega þvert á félagið. Já. Hvernig unnuð þið þetta þar, þvert á félagið? Var það á vegum aðalstjórnar? Aðalstjórn ber alltaf ábyrgðina, en framkvæmdastjórinn ýtti svolítið svona starfinu, úr vör, en aðalstjórn í rauninni svona lagði blessun sína yfir. Hélt utan um þetta. Já, og hverjir eru í ráðuneytinu. Það er svo mikilvægt að sé ekki heldur vera að vinna þetta ef við erum að félag sem er með lýsingargrein. Það sé ekki hver og eina vinna sín eigin áherslu. Veistu það hvort það hefur þetta farið inn í hinn sérsamböndin líka, eins og HSI eða okkur eru þið í KSI? Þetta kemur náttúrulega utan, núna inn í leyfiskerfið, sem ýtir á ykkur að ýta verkefni á þessum stað. En mjög mörg félög og íþróttahéruð eru orðin fyrirmyndafélög. Þá er gert krafa á við séum að sinna þessum hlutum. Það er alltaf að aukast og ég held að eftir ekki svo langan tíma verðum við öll orðin þannig að taka þátt í því að vera fyrirmyndafélag. Og ég held að við séum öll að mjakast í þessa átt, en ég veit ekki hvort að sérsamböndin hafi tekið þetta sérstaklega fyrir, ég þekki það bara ekki. Höldum að þetta er batterislaus. Ekki batterislaus? Ég get ekki tekið, já. Bara endurtaktur einhvers spyr. Já. Við erum náttúrulega öll að stefna þessu sama og sama grunni og batteri að vernda börnin, velferð barna. Þannig að manni finnst svona svolítið klemt að þetta færi inn í svona marga deildir og allir sé að vinna, eins og hún sagði, frá nulli. Þannig að það þyrfti eiginlega að vera einhver svona smá grunnur sem að við getum bara öll unnið út frá, myndum að halda, En við erum með grunn, eins og hjá æskulýðsvettvangnum er bara til dæmis tilbúin áætlun, en við verðum alltaf að auðvitað staðfæra út frá okkar félagi. Þannig að það verða allir alltaf að leggja pínu til,
En grunnurinn algjörlega til og þú veist, þannig nýtum hann. Þannig að Myndir þá segja það sem inn á hjá æskulýðsvettvangnum og þetta sem þú ert að sýna hérna frá Fylki sé nóg verkfæri til þess að geta klárað þetta hjá einn félagi? Já, ég myndi segja það. Já. Því einmitt sem kemur svolítið kannski aðeins inn á punktinn, þú veist, áðan, það getur alveg verið, þú veist, óþægilegt að vera einhvern veginn upplifa að maður sé einn í þessu og þú veist, reyna að fara einhvern veginn að vinna úr öllu þessu, þú veist, það fullt að dóti til, en þú veist, það sem að við til dæmis, þú veist, hugsum með okkar viðbragðsáætlun og þið líka með þessu að, þú veist, bara notum það sem þú veist, til og ég meina, hvað sem það þú vilt að þessi tilkynnti stjórnar eða framkvæmdastjóra, þú veist, það bara að taka það og þú veist, laga það og mögulega eitthvað sem að ekki að nynni sem á við ykkar félög, þannig að, þú veist, bara dæmi, það hefur verið haft samband og verið spurt út í viðbragðsáætlunina, þú veist, megum við nota hana og allt þetta, já, endilega, þú veist, notið þetta. Ok, við ætlum samt aðeins að skoða, þú veist, við viljum kannski svona gera okkar, þú veist, eigin og eitthvað svona, ekkert mál, en bara ef þú vilt nota þetta. Svo koma, þú veist, nokkur samtöl, það verið að spurja eitthvað svona, þú veist, þetta í lagi, Svo svona 6 til 8 mánuðin setna, ok, við ætlum bara að nota ykkar hérna, þú veist, viðbragðsáætlun. Þannig að líka, þú veist, bara upp á vinnuna, tíman, orkuna, þú veist, að bara, það fullt af góðu efni til og bara notum það sem þegar til staðar. Ég held að það sé eitt sem gott að taka fram, að það sé að þið byrjið á því að velja ábyrgðaraðila innan félagsins. Að það sé alveg klárt mál. Það þessi aðili sem heldur utan þessi mál. Að því viðkomandi getur þá smá saman líka safnað því miður í reynslubankan og safnað þessi þekkingu og smá saman, þið veitir, þekkir ferlana miklu betur. Þannig að þegar það kemur nýtt fólk í stjórn eða nýjir sjálfboðaliðar, að fólk þurfi ekki alltaf að vera að byrja að kynna sér þetta, sé einhverjarna sem dálítið með þetta. Það náttúrulega mjög gott ef það starfsmaður félagsins. Ég kem frá Fjölni og við erum með þetta sem skrifstofan stýrir öllu, sem þetta svona miðlag fyrir alla deildir félagsins og framkvæmdastjórinn og ég sem íþrótta- og félagsmálastjóri, við sinnum þessu saman. Þannig að fólk getur valið leita til annarkvort okkar. Þannig að það misjafnt hvað hentar hverjum og svo líka bara hver við hvað þá stundina að það sé alltaf annarkvort okkar sem tökum við þessum málum sem kom inn. Já. Já, ég kem frá Keflavík og við erum með 8 deildir hjá okkur og við hefum sett inn á heimasíðun okkar aðgerðaáætlun æskulýðsvettvangsins og notum hana og við höfum nýtt okkur þjónustu æskulýðsvettvangsins og bara mjög flott að geta leitað þangað og einnig erum við með kynferðislegt áreitni og ofbeldi líka inn á heimasíðun okkar sem það vísa bara í ISI. Þannig að við höfum ekkert verið að finna neitt upp hjólið, sko. Þannig að eins og það kom inn áðan, sko, að það er gott fyrir okkur að vasast í þessu og sjá og upp að þetta sé notað. En gallinni sá að það er bara svo oft skipti í stjórnum að þeir sem byggur þetta til eru kannski farnir þegar aðrir koma sem eiga að nota, sko, og svo gleymist þetta. Og við erum fyrirmynda félag í ISI og þar þetta í handbókunum líka. En það ekki endilega sagt að við séum alltaf að skoða handbókina. Og þar kannski getum við tekið okkur á og ég held að við marga í því, sko. Verkin unnin og flott en síðan gleymist að vinna eftir þeim. En ég veit alveg að nota tækifæri og þakka fyrir frábæra fyrirlesur hérna og gott erindi. Takk fyrir. Ég hérna inn á æskulýðsvettvangurinn og ég ekki að sjá neitt link inn á svona grunn sem tala að hægt verða að fara inn á og nota og fylla út. Það eitthvað þar inn á síðan? Já, það ég var að segja á hann, sko, ég var að skjóta mig í fótinn með að tala að sér eitthvað sem væri ekki staðar. Ég var að reyna að opna viðbragðsáætlunina á hann. Já, það kemur bara upp einhver error. Ég tala mín bara batterislaus, ég laði þetta eftir. Þannig að þú lagðir þetta. Já. Ég ætla ekki að segja meir, vill einhver?
sko, við sinnum þjálfara námskeiðinu alltaf, þjálfara fræðslu og við höfum núna undanfarið, fyrsta skipti núna í vetur þá fengum við æskulís vettvanginn til þess að vera með fyrirlestur á KSÍ 2 sem var frábært. Svo erum við reyndar með námskeið á Akureyri og Egilsstöðum og þá flæktist málið litið, þannig að við höfum eiginlega ákveðið og höfum rætt við þau að vera með netnámskeiðir í boði. Þannig að þá verður það þannig að ef að þú kemur á KSÍ 2 þá þarft að taka netnámskeið og þarft að senda okkur staðfestingu þú hefur tekið námskeið. Þannig að nú fara allir þjálfarar sem að koma á námskeið okkur í gegnum þann pakka líka. Þannig að það er hrikalega hentugt og vel gert líka. Einhverju fleiri sem var að tjá sig? Þá held ég að við segjum bara kæra þakkir, vel gert stelpur.